Góðan daginn og gleðilegan helgidag, það sunnudagur í dag og við erum búin að vera hérna algjörlega án þess að komið þögn held ég, það kannski bara nokkra sekundur, svona þangapása en frá því 7 í gærmorgun eins og við höfum kannski verið duglega að minna á, við erum kannski orðin svolítið montir með okkur að náða að vera í þessari marathon málþófs útsettingu svona lengi. Maður var voðalega glaður að ég sofnaði við notalegt spjall Gunnars Mára við Pétur Tyrfingsson bara held ég á 4. tímanum og það var sérlega skemmtilegt spjall og svo var nú bara hressileg umræða hérna í morgun og nú kveður við nýjan tón það er búin að vera ýmsir tónar hérna og núna ég komin með fullt stúdíóið af ljóðskáldum hjartans þakkir fyrir að koma svona á sunnudagsmorgni. Það er Pétur Magnússon, skáld og dagskrárgerðarmaður. Karolína Rós Ólafsdóttir, Kristín Ómarsdóttir, Sigurbjörg Þrastardóttir, Aðaliður Halldórsdóttir og Guðrún Hannesdóttir. Takk fyrir að koma og mér datt í hug nefnilega að við myndum spjalla sem minnst svona eða þannig, ég veit að það er hægt að spjalla við ykkur, við gætum eiginlega rætt bara bókmyndir og hvaðina, við höfum getað tekið nætuvaktina og verið hérna í marga klukkutíma, en mér langaði til að því það er sunnudagur og svona notalegt að biðja ykkur bara að lesa fyrir okkur ljóð og mér langaði bara til að biðja þig Sigurbjörg að þú ert svo óbáðslega vön þú hefur ferðast út allan heim og lesið að þú ert svo mikill proffi hvort þú ert til í að byrja að lesa fyrir hlustendur og áhorfendur samstöðvarinnar. Já, ég ætla að fá mig vatn aðeins og ég vil óska ykkur til hamingju með þessu útsendingu. Það er meiri háttar framtak hér. Takk fyrir. Og óska eftirstandandi áhorfendum til hamingju með úthaldið ef þeir eru þarna ennþá síðan í gær. Kannski einhverjum í vaknaðir en ég ætlaði einmitt að masa sem minnst Spaða Kings. Við lofum að myrða ekki þá sem eru í haldi, pynta ekki þá sem vilja anda, gera ekki grín að trúðunum, greiða ávalt fyrir góðan hádegisverð, kenna engum að kokka krakk, æfa engungu snapp í tilsfur, skerpa allt nema eigin skauta, biðja ekki fyrir neinum nema meina það. Útlínurnar alltaf. Einhver með hagkaupspoka að horfa á sólarlagið og klóra sér í eyrinni þar sem kaupin gerast. Lausnarhendur. Konurnar voru hlekkjaðar við mjaðmennar á sér með þeim hætti að keðjan stóð frá hvorum úlið að belti, en slakinn samt það góður að þær gátu auðveldlega sinnt kraftgöngu seinnipartinn. Þetta er svona, þetta er semst úr bók sem heitir Flaumgosar og það hefði flakkað hér svolítið til og frá í tíma sveiti landsins og til okkar borgarvættu tíma. Þetta er fyrsta ljóðið í bókinni, það heitir Við erum hálsmeidd. Jú, við erum hálsmeidd eftir langar stöður undir súð. Vissum ekkert það sítrónu helvíti sem biði okkar við bæsaðar eyjur eldúsanna, ellegar ólm hundspit vinsældanna sem yfir vofðu fram með æstu tíðfljótinu. Við stríðum enn við hálsmeiðsl eftir langar stöður undir súð, en langar aftur með æstu flotinu. Ég er minn eigin kýrópraktor. Skorða fót í úpnu hrauni og rykki.
5 hús saman. Leiða, hvíta, föla manneskjan með slétt ekki neitt að berjast fyrir lengur. Lætur svæfa kött sinn og veitir nafngreindum aðilum aðganga líkama sínum. Nótt og nótt. Án þess að gefa morgun skattin upp á bátinn til að fá gæsahúð og höfuðleðrið. Kannski það meira vatn. Það hér eins og í gufubaði í stúdíunum og það komið fram. Þetta náttúrulega baðstofustemning. Já, mikið baðstofustemning, þannig að þið sjáu hér svitadrópana leka af skaldunum á eftir, þá það skýringin að hér hefur verið masað í alla nótt og engin hurð. Þöglir göngutúrar. Þetta frekar lýgilegt, frekar grátlegt. Þessi feðgin tala hvort sína tunguna. Þöglir göngutúrar, veikir kippir, skrítið og næs cirka einu sinni í mánuði. Hverfandi séns að lýsa slagviðri, fé, leiðast til öryggis, kippir í þynd, fanghvítir jöklanna tindar. Náin þjónusta. Og hún fer í tæpa 2 mánuði á einhverja yfirgefna heilsueyju og sefur þar á golfkúlum og horfir aldrei í sólina nema með viðkomu í hafleitinum og hún segir að það verði að elska ferðalagið þrátt fyrir bitförin og þrátt fyrir herskipin sem lóna úti á víkinni og dæla dagkremunum upp af botninum og hún lætur sem hún sjá ekki riðflugurnar við slétt slípaða gómana. Og hún alltaf í ermalausum og náttúrulegum vefnaði með fingraförum innfætra sem þreyja þurrkana á öðrum eyjum og hún segir að notkun sólglerugna fjarlægi mann lífinu og nú hún komin á smíðanámskeið til þess að byggja í kringum sig hákarlabúr fyrir persónulega brottnámsafmælið. Og að lokum hegðan arfsins. Allir á eyjunni deyja úr hjartatengdri veiki. Sumir lifa alveg undir tírætt en deyja samt úr hjartatengdri veiki. Takk fyrir. Takk fyrir, Sigurbjörg Þrastardóttir, ljóðskáld. Þú ert nú líka blaðakona, það ekki? Ég svona gegnum lífið af og til, já. En það væri nú mjög sniðugt fyrir fjölmiðla að sem sagt útvarp og sjónvarp að fá því líka rödd sem gott að hafa svona væri gott örugglega að setja það á líka fyrir þú hefur verið góð á næturvaktinni líka. Já, það er mjög svæfandi þessar rödd nema maður myndi hlæja sig kannski þegar maður verið rétt að sofna þá myndi maður fara að hlæja og vakna aftur rífa sig. Já, þú ert svolítið lúmsk sko, maður heldur að þú sést bara svona einhvern veginn að svæfa mann og svo ertu svona askoti fyndin. Guðrún Hannesdóttir talandum fallega raddir og ljóðraddir. Ég bað þig að lesa nokkur ljóð og við ræddum kannski var það ekki svona eins og hálfgerð sirpa, dálítið myrk. Jú, ég var að hugsa sko á þessum síðustu verstu tímum þá fær náttúrulega ekki mikið fyrir svona sálaróni hjá manni. Svo lesa fyrstu ljóðin sem ég ætla að lesa hérna byrjaði svolítið merki og fyrsta ljóðið heitir Lúðurhljómur. Það var nú eiginlega sko heitir heil bókmennta grein sem að ég lá í sem að gaf mér svona sparkið inn í þetta ljóð en aðalega var það nú þegar ég sá að í hvað stemdi með forsetakosningarnar í vissu landi 2016. En það hljómar svona. Lúðurhljómur. Þú sérðu streyma hjá eins og fyrrum, hálfgalin, tignarleg, guðleg eða grimm. Þú heyrir hófatakið, ógreinlegt hvískur, sérð marglita leiftrandi makka, horn og hnarreist höfuð, sérð glitta í stingandi augu, glitfjaðrir, vígtennur, klaufir og klær. Fáséðar furðuskepnur.
hverafuglar, kerúrbar, finngálk, nýgrar og skoffín, drekar, draugar og drísildjöflar og þú veist að flest eru þau á leiðin í bækurnar sínar aftur eða inn í hugskot mannanna þar sem þau áttu sitt upphaf og eru nú kyrrt stund. Til þess stóðu að minnsta kosti vonir flestra en þá dregur upp nýjan sorta. Magnaðri straumur hefur myndast, æpandi tístandi afstyrmi ryðjast fram. Fantar og fúlmenni sem ekkert fær unnið á, með logandi brennistein í hjartastað og samviskan svarthol. Og í kringu þá leika lausum hala smærri smánar og skaðræði stýr sem framselja landnám sitt feigð og fári án þess að depla auga. Þau eiga sér enga heimvist í bókum og þú veist að venjulegt grandvart fólk svo víðs fjarri því að geta afborið þessi ósköp í sál sinni að eina ráð þeirra skiptinu út fyrir eitthvað annað. Næsta ljóð heitir Blinda eða Sporgengill. Eru tveir titlar? Eru tveir titlar? Blinda eða Sporgengill? Ég veit ekki hvað það hljópi mig ykkur þyktur að svona að í einni bókinni eru svona auka titlar sem að því ég gat ekki gert upp á milli. En það má nota hugsutin hvora sem sko. Og hún svona Blinda. Ég legg lófan á öxl þína. Það ert þú sem veist hvert ferðin heitið. Sérð jafn vel til beggja handa þó aldrei hvarli að þér að líta öxl. Hnakkiðinn kertur, hlustirnar þandar, tönnum gnýst, hliðið opnast, skelfur á hjörunum. Nú nær okkur blóðið vel í skóvarp og slóð okkar óræk. Rétt eins og banvænn halinn, hringaður hátt upp á bak. Þetta nú ekki mjög svona gleðilegt eitthvað. En næsta ljóð heitir Jerikó. Það kannski þekkja flestir örlög þeirrar borgar sem var gjöreytt á sínum tíma. Og þarna kemur aftur líka smá svona auka titill því að hótið heitir líka þaulæft atriði. Gaman að vera með auka titlana. Já. Hann ber trompetinn að vörunum. Undir augnlokunum yðar hatrið. Eitruð eftirvænting í fingurgómunum. Hann opnar augun, fyllir lungun lofti og býr sig undir að blása. Börnin innan múrana sofa enn. Og svona áður en ég skipti ham þá að ég lesa eitt ljóð sem heitir Gamla mestatestið. Og þegar ég orti það þá var ég nú aðalega að hugsa hlutskipti eiginkonu hans Nóa, gamla Nóa. En í raun og veru þetta náttúrulega gömul saga og ný og hlutskipti flestra kvenna eða margra því miður. Gamla mestatestið. Skíturinn hrannast upp og eldurinn við það að deyja. Á dekki hins 9. dags hvergi á þurran þráð, óðsmanns æði að reyna að deila matnum jafnt. Annast minnstu æludýrin, anda með nefunu. Skíturinn hrannast upp og eldurinn við það að deyja. Stendi niðurringd á 9. dekki. Borin vona varast bitin, þurrka teppin, halda friðin, hugga þá sem óvart
var litið í djúpið, skíturinn rannast upp og eldurinn við það að deyja. Svo ætla ég bara að færa mig aðeins svona að friðsamari svona slóð, hásumars eða minnskosti íslenska. Og ég ætla að lesa ljóðum hérna ýmislegt sem að er ekki alltaf sýnilegt. Og þetta er í 9 ljóðasafni, sé ég, er það ekki? Þetta er sko ekkert annað en smá montstatus hjá mér sko, að þetta er allar mínar ljóðabækur komnar í eina. En gaman til hamingju. Mjög ánægjulegt. Glæsilegt. Já. En þessi, mér liggur við, ég held hún alltaf að koma hérna hún Bergþóra. Það eru ýmsir sem að koma. Ég var bara að hugsa að það var nú gott að bara tilenga henni þetta ljóð. Það heitir Draumur á júnínótt. Mér þótti ég vaða sofandi lóur í mjóalegg á döggvuðu engi og hestana standa eins og kóngóljós niður á völlunum, rétt áður en sólin snerti tindana miðnætur bíl. Þá dregur jörðin djúpt andan, keldusvíni lítur upp og steinarnir bylta sér hægt í svefnrofunum. Geislarnir taka að sópa undrónum saman. Kaplarnir af Egyptalandsmýrum og hinn dýri drómedar stíga út úr dalalæðinni og ég sé ekki betur en signaðir austurvegs konungar sé á röltinu heim tröðina. Og hvar væri hrjáðu barni af sömu slóðum betra að hlaupa berfætt smáraflötina undir vökulu auga mildrar móður og okkar allra. Næsta ljóð er alveg örstutt og heitir Fjarvera. Þetta er svolítið maus. Fjarvera. Á bökkum árinnar má sjá merki þess að einhverjir smávaxnir hafi kropið þar, fyllt lófa sína vatni og drukkið. Hlátur þeirra ómar í iðandi strömmnum og spékopparnir fleita kettlingar niður ána. Önnur ummerki eru engin nema stráin við stíginn sem bærast enn í logninu. Og enn styttast ljóðin. Þetta sem ég ætla að lesa heitir Blánætti. Eins og mjóslegin þjófur nótt seitlar lækurinn hljóðlaust niður hlíðina. Með fagnaður hrolli fagurkerans nálgast hann feng sinn. Silfurgrænar perlur á díamosa. Ofraun heitir næsta ljóð. Regndropinn hefur lengi titrað efst á stráinu, skolfið í forsæluninni eins og harmþrungið hjarta. Bisaðið að telja himinhvolfin, kristalshiminin, eldhiminin og alla hina himnana, rifjað upp fylkingar engla og flókin hlutverk þeirra, allt riðlastað og að lokum og tvistrast í óreiðu og svima. Þrútin örvæntingaþungri uppgjöf lætur hann sig falla og breytist við það umsvifalaust í silfurtæran söng. Þá er síðasta ljóðið sem heitir Himnabréf.
Það nú vel við hæfi á sunnudagsmorgni. Já. Ég veit ekki hvort að fólk veit hvað himnabréf voru. Það var hérna á öldum áður til himnabréf á Íslandi og víðum lönd. Og það voru sem sagt bréf sem voru talin skrifið á himnum og hafi borist sem sagt til mannana með hjálp engla og trúin á þessi bréf var afskaplega sterk og þau gengu af erfðum og þeir sem áttu svona bréf þá þeir töldu sig vera hólpin í þessu lífi og næstu. Og svo eru sumir sem eins og ég sem að pukrast við að skrifa sitt eigið himnabréf og það þetta við lesum í ljóskvirfil lindanna í net kóngulóna sem þær hafa dregið yfir túnin. Þar má taka upp hvaða silfurþráð sem eða sleppa. Lesum í ilmandi smára og bjölluling og aðrar trúnaði verur drottins. Vantrúin sem leiðir andlit okkar eins og lófastórt ský hverfur á andataki. Okkur óhætt að leggja bréfið aftur. Það sem þar var eitt sinn lesið líður okkur aldrei úr minni. Takk að þið fyrir, Guðrún Hannesdóttir. Maður fær svona aðeins erfitt að, já, maður fær aðeins stafinn og ég hef nú lesið ljóð þín mér til sálu hjálpar og þakka þér fyrir lesturinn. Það svolítið erfitt að taka við af svo af konu sem með svona flott ljóðasafn fyrir framann sig, en Pétur Magnússon, þú ert líka dagskrárgerðarmaður og ert vanur að vera í beinum útsendingum hér og þar standandi upp í einhverju skriðu og þannig má ég biðja þig að taka við keflinu. Algjörlega, og ég bara sem dagskrárgerðarmaður þá líka þegar ég segja að mér tilkom mikið hvað þið náðu að bóka marga með það að það sé sumar og sunnudagur. Ég ekki viss að ég geti bókað svona mikið af áhugurum viðmælendum. En þú ert að bóka ljóðskáld, er það ekki eitthvað? Jú, ég er núna búin að vera baksa þeirra svona sumadagskráin á Rás 1 núna hefjast og við erum svona eitthvað að reyna að fá fólk í viðtöl og fólk mikið eitthvað út á landi og í fríi og nennir ekki og eitthvað svona þannig þannig að það alls konar þannig að mér tilkom mikið að ég geti verið með viðmælendur í allan þennan tíma. Þakka þér fyrir, Pétur Ben, en þess þá heldur að þakka ykkur fyrir að koma hingað á sunnudagsmorgni. Já, ég átti ekki alveg, vissi ekki alveg á hverju ég ætti von þegar þú baðst mig að koma, hvað þá að ég var að lesa þetta með uppáhaldsljóðskaldunum mínum. En líka mín ljóð hafa ekki birst saman, heldur þau eru svona hér og þar og mér fannst það ekki svolítið svona oddnýjarlegt, þannig ég bara kom með bara svona eitthvað sekk af ljóðbókum sem ég hef ekkert í og svo bara ég með svona eitthvað stílabækur og doktorskjöl sem ég ætla bara að lesa upp úr. Þú hefði verið góður á næturvaktinu líka, Ég ætla að lesa ljóð sem heitir Vitavörður. Og eftir að hafa legið dögum saman á gólfinu víggirtur innan bækurnar hundurinn blundandi milli lappana stendur þú upp eins og ekkert sé eðlilegra í fylgis með þér vongóður þér að segja furðulostinn standa keikur fast í báðar lappir athugull eins og vitavörður. Þú segist þig að erfitt með að muna eftir sjálfum þér, langt síðan sprungur mynduðust í vindbarða steipuna, saltið myndar húð sem molnar segir að föllin séu meginmál, séu leiðir inn að innsta kjarna sönglar. Notar pillubóksin sem hristur, time is an ocean but it ends at the shore þagnar. Áréttar að tíminn sé frekar eins og spírall, kuðungur sem snýst inn í sjálfan sig kannski sjóndeildarhringur en ekki haf sem þú þekkir, sem þú hefur vaktað
í gegnum þokuna fundið fylla lungun. Ég hef annan ljóð hér í þessu skjali sem heitir Kirkjuturnar. Það var svolítið skemmtilegt hjá Guðrúnu að vera með svona auka titla og það vilt til ég var að lesa úr safninu þínu Kristín, lokaði augunum og hugsaði mig og var að lesa ljóð sem heitir Kynlíf. Þannig ég er að bæta við svona auka titli sem þá Kirkjuturnar og auka titillinn Kynlíf sem hér. 3 vikur og við stöndum í hæfilegri fjarlægð, höldum á sígarettum eins og pennum, grípum fast olnbogabætur, leggjum hökur, kinnbein á axlir. Síðasti klukkutíminn fljótastur að líða, það satt. Moldin þráir fingur og við krjúpum í trjágróðri, leggjumst við á bæn, tilbiðjum þessar góðu syndir við erum að æfa okkur. Myndum form sem aðeins má túlka úr fjarska, svona hreyfast líkamar sem seilast jafn langt í allar áttir og þar sem við krjúpum teygja múrsteins rauðir kirkjuturnar sig ofan í jörðina eins og spegilmynd. Mér langar líka bara að lesa eitthvað sem ég skrifaði ekkert sjálfur ef það leið, má það ekki alveg? Jú, það ég er búin að hugsa mjög mikið ljóð í þessari bók sem heitir Norræn ljóð 1939 til 1969. Karolína bað mig að lesa ljóðakvöld daginn og við tölum mikið okkar milli við elskum ormaljóð, ljóðum ánamaðka og orma og svoleiðis. Og ég fann nefnilega ljóð í þessari bók eftir danskt ljóðskáld sem heitir Benny Andersen, ekki þennan í ABBA, þetta annan Benny Andersen. Alnafna? Já, ég heldur að sé son, Benny Andersen, þessi Andersen, er hann sænski ekki Andersson? Það ekki rétt muna, ég veit það ekki alveg, sem heitir Ánamaðkur. Og ég er búin að hugsa svolítið mikið þetta ljóð, mér finnst það eitthvað svo skemmtilegt, þannig að einhver að lesa það. Ánamaðkur. Jarðnæstur allra, ólíkastur fugli, mér finnst þetta ógeðslega gott að ánamaðkur sé ólíkastur fugli. Og jarðnæstur, moldnæmur, sandkítlinn, leirfús. Þú verður aldrei festur á skjaldarmerki, ónóthæfur í hátíðarljóð og auglýsingar, of óhetjulegur, of nakin, ósiðlegt samneyti þitt við undirdjúpin vekur klúrar hugsanir okkar sem leiða okkur til freistni. En þó verst að við eigum þér vonlausa skuld að gjalda fyrir klámfengna iðni þína. Án þín væri hnötturinn andlega voluð óbyrja. Skammastu þín. Allar þessar grænu, frjósumu, blómskrýttu byggðir eru þitt, saurlífsverk og við fyrirgefum þér það aldrei. Þú lítilmótlegi, vanþróaði, hlægilegi, lágstæðasti, lægst skríðandi, undirförli öreigi. Gerðu þér stöðu þína ljósa og hættu þér ekki upp á yfirborðið. Með heiðarlegar skóflur stöndum við reiðubúnir að lima þig sundur frá sjálfum þér. Þetta hugvekja. Þetta Hannes Sigfússon sem þýðir öll ljóðin í þessari bók. Þetta náttúrulega eitthvað svona málsvörd fyrir því að ljóð þurfi ekki endilega að ríma sem mikið af ljóðsöfnum hér. Mér finnst það mjög skemmtilega. Vá, þakka þér fyrir. Minna okkur á þessa bók. Þýðingar Hannesar eru stórkostlegar. Kannski bara í framhaldi ætla ég að lesa ljóð sem að hefur birtist eitthvað starf í manningalega hvar. Skírni kannski. Skírni. Sem heitir Fræspenningur, sem líka svona ormaljóð. Manstu þegar þú hnoðaðir valnetur úr leir og rótmassa og villifræjum og varpaðir þeim ofan í jörðina. Þegar rigndi sprungu þær út, blöðin brutust í gegnum skurnina og teygðu sig áfram með tímanum, uxu þau og blómstruðu og breiddu úr rótunum og jörðin breyttist.
Mundu eftir því hvernig hendurnar lyktuðu af blautri mold og hrjúfur leirinn gaf undan þegar þú kreistir varlega. Hvernig moldin var dauð og full af plasti en nú leita þangað maurar og bjöllur og ormar og býflugur. Kannski eitt viðbót? Ekki, fínt bara. Ágætt. Negatífa. Dagarnir sem við fengum að láni leysast upp. Göturnar verða aftur að venjulegum götum. Þessi sígaretta fullkomlega merkingarlaust. Ekki A. Framhalda þeirri síðustu. Undir hitalampa borgin eins og negatív filma. B. Glóandi hnöttur í myrkrinu á milli okkar. Í íbúðinni heyrast engin hljóð. Skruðningar í lestarteinum, þjóðlega tónlist á portugalsku, gluggi að opnast inn í brjósthól, engar bækur í hillunum. Fyrir utan er ekkert fólk sem við þekkjum, engin tré sem við höfum setið undir. Þessi kinn geti allt eins verið hver annar vöðvi. Þakka þér fyrir, Pétur Magnússon. Ljóðskáld, það er svo gaman að fá að heyra þína rödd og að því að þú ert það var alveg dæmigert fyrir þig að fara að lesa líka upp ljóð eftir aðra að því að þú ert náttúrulega dagskrárgerðarmaður hefur búið til magnaða fléttuþætti sem margir þekkja þar sem þú ert svona hleypa ýmsum röddum að út í dagsljósið. Þannig að þakka þér fyrir það og þakka þér innilega fyrir ljóðalesturinn. Velkomin. Þá eigum við þetta er gnægtarborð hjá okkur. Vilt þú vera næst aðalegur Halldórsdóttir sem að við þekktum lengi vel sem dansara og svona, hefur gert ýmsar tilraunir á milli listforma og svo gafst út ljóðabók. Einmitt, svo gerði ég það bara. Það svo skrítið með svona að því að þú sagðir, viltu kannski koma og lesa upp á bókinni þinni og kannski til þess að fría mig undan því að þurfa að hugsa hvað ég ætti að lesa upp, þá bara tók ég bókina en ég hef ekki opnað hana ótrúlega lengi og það var svo skrítið að því að svona textar eru tjáning einhvers tíma og mér fannst ég þurfa að labba inn í skóginn tilbaka eitthvað, finna aftur eitthvað, þannig að já, það er gaman. Ég ætla bara að renna mér inn í þetta er sko að þetta er svona þráður öll bókin, ég ætla að fara bara inn í lokasprettin. Viltu segja okkur fyrir ekki hvað bókin heitir? Já, ég get gert það. Já. Hún heitir Taugatrjágróður. Taugatrjágróður, takk fyrir. Kom út hjá Bjarti. Og annað, ég var að horfa ofan í bækurnar ykkar og það er ótrúlegt hvað orð á blaði er fallegt. Það er svo vel í augun. Nema hvað. Já, sem sagt. Þú mátt skilja punktinn eftir hjá mér sem áminningu á það til að gleyma mér árum saman og hún leggur punkt við rætur konu, forðast sökum plássleysis að kveðja með augunum, lítur því undan og lyftir hendi eins hlýlega og undir að óska einhverjum velfarnaðar með hendi og hún fikrar sig úr garði, bráðum óferðafær sjálf, gengur af stað eftir stjætt með hálflukt augun, rakleiðis í suðvestur í áttanæði við sjó. Þenur lungu með nýju lofti, varpar frá sér annara anda, örlítið af sínum og svo brefi úr lófa, kæruleysislega á ósópaða gangstéttina. Þú mistir, heyrist hrópað handan götunar, hendir ekki rusli á víðavangi, nei, auðvitað ekki, muldrar hún skömmustuleg, tekur upp brefið og treður í vasan. Manstu eftir mér, segir þessi iðandi eldri kona í flæðandi kápu sem hreyfist líka í stillu eins og þennan dag. Ertu á leiðinni niður á sjó? Hún svarar engu nema ógreinilegu brosi út í annað. Ég geng með þér, segir hún iðandi, má til með að segja þér sögu af einni sem ég þekki. Merkilegri konu sem hélt sér saman alla daga til öryggis með þvingum. Rauf tenginguna blessunin við líkama, við sársaukataugar og tilfinningalíf meðvitað til að geta haldið áfram. Sendi bara praktísk boð til hjartans, til ósjálfráða taugakerfisins, andaði inn og aftur út í 4/4 til móts við hjartað sem sló í 3/4, fúlsaði við boðum að neðan, lét sem þau kæmin ekki við. En vistu, líkaminn undi að sjálfsögðu ekki þögnartilburðum.
Taugakerfið tók titringsköst til að minna á sig, hjartað gaf frá sér slíka bresti að nágrannunum svelgdist á kjötbólunum, hendurnar gripu fyrir munnin á henni þegar hún talaði gegn samfæringu sinni og fæturnir ýmist brugðust henni eða hlupu með hana niður á sjó, út úr mannmerðinni. En verst lét þó þindin með þessum sífældu samdráttum, því ekkan þoldi hún síst. Svo hún tók til sinna ráða, en ekki hvað, hljóp í skúrin til pappa síns, átti þar greiðan aðgang að bráðnauðsynlegum tólum til að lifa af, greip þvingur og þröngvaði 2 brjóstólið, hægra og vinstra megin, þegar í 3 við bringspalir og 4 barkan til að hemja röddina, orðin, grátryglurnar og herti vel. Og það dugði til. Hún gat haldið áfram. Farið, fætt, gert, kynst, glaðst, bráðnauðsynleg tól til að hemja efnið. Því miður fann hún enginn fyrir andan í skúrnum hjá pappa. Mamma hennar ekki heldur. Amma hennar ekki heldur. Langamma hennar ekki heldur. Langaði hana? Langaði hana, spyr hún. Hún íhugaði ofta að losa sig við þvingurnar, lifa án, en þorði ekki. Með tímanu var hún þó lúin, enda snúið að klæða þar af sér, eiga á hættu að ryðga í baði, þreytandi að útskýra hlaupin niður á sjó, heilsa nágrannunum afsækandi við póstkassana og gleðjast ekki eða gleðjast og mamma, amma, langaði hana kannski, langaði hana, spyr hún. Veistu að síðast þegar við hittust var hún, þessi kona, að æfa sig að senda straum ofan í tilfinningalífið, notaði til þess kaplan hans pappa síns sem enn lágu í skúrnum þó hann væri löngu farinn. Og það gekk vel, sagði hún mér, bara skrambi vel, 12 volt og sjálfið spertist upp, 12 volt og viljinn hrökklaðist í gang, högtandi eins og vélin í gula bronkójeppanum hans pappa míns heima í sveit, sem allt og lengi þjónaði sem stáss í hlaðinu. Og daginn grét hún víst þessi kona, mömmu sína, 7 ára gömlum tárum, pappa sinn skömmu síðar, en eldri tárum. Er þetta ekki dæmalust? Alveg dæmalust, svarar hún. Á 10 ára planinu víst að gráta þeim elstu. Þau koma síðast, enda segfljótandi, vatnið gufar upp, seltan situr eftir, eðli efnis. Það álag fyrir augu að gráta segfljótandi tárum. Í dag safnar hún þeim í krús, gerir úr þeim síróp og ber fram á tyllidögum. Hugsaðu þér. Ég hugsa mér, svarar hún og hugsar sér. Svo veifar hún sér burt þessi kona í flæðandi kápu, hrópar handan götunar, mundu að götur eru ekki ruslafötur og svo hlær hún sig í hvarf og hláturinn bergmálar inn í henni, magnast upp í ómstríðan kór, skellir á manni, á bekk, í konu, á útskeri, þvælist í viltu svörtu hári, flækist í óreiðu taugatrjágróðurs, sekkur í segfljótandi tárapolli, þyrlast upp í gusti af flaksandi kápu og tínir sér í ilmi sem gerir menn ringlaða. Og í ómstríðinni miðri kemur maður aðvífandi, svífandi, einmitt svo sem ég vildi hitta. Já, nei, sko býtu, ég ekki núna held ég þarf að skreppa nefnilega frá, flýta mér smá og hún flýtir sér smá, skrapp í burtu, örlítið saman en aðalega á bekk, skrapp á bekkin sinn. Og skroppin þvæld, þrungin, þunguð, þreytt á klaufagangi markalust tilfinningalífs sem svolgrar í sig óvílugt en af áfergju allt umleikis, hin öll. Svo örleg þeirra verða hennar, vandræðagangur þeirra ígir hennar, þanið ego þeirra kæfir hennar, svo allt hennar löngu týnt í mannlegu drullumalli og einræmiðinni vex óurleg en blómaskreitt drullukaka líkt og í búaleik bernskunnar, svo hún þolir ekki lengur við, tæmir kviðarhólið í óreglulegum púlsandi lotum græðginnar, vissnar örlítið smá, missir skerpu, líkt á gleymstafi að snúa upp á linsu hinna á hana sem þó þakklátt stund. Þess vegna ein, ekki einmanna, stundum einmanna. Og í mæðunni, léttinum, lausninni kom í hana jæja og í jæjanu tekur hún múlin máttleysislega af hugsuninni, klappar, þjættingsfast, sleppir lausri, leyfir að fljóta frjálsri. Og hún flýtur í átt að engu lengi en svo að fugli í neyslu, óstöðvandi berjaneyslu í reynitri. Að krakka sem hefur gleymt sér á heimleið með fljótandi huga eins og hennar. Mánadagur, hrópar hann þegar hann sér að tunglið enn á vakt og langt sér liða á daginn. Að dæsandi konu sem burðast með heiminn og vikuinnkaupin á herðum sér. Að manni sem sparkar í dekk af því hann hefur séð aðra gera það og séð og líta vel út við að gera það.
að tónlistinni sem hefur hæfileikan til að selflytja hana án atrennu á merkilegustu staðina, að tærast að tóninum í litrófi tilfinningana, sorginni sem þarnast engra lykla til að ljúka upp hvelfingunum, að fólkinu sem býr innra með henni, velkomið, óvelkomið, fólkinu sem eins og hún gerir barnslega einlægar atlegur að lífinu, myndi mannin sem nýtti drauma sína í óþægileg samtöl en skammaðist sín samtímis fyrir fábreytt myndmál drauma sína eins og það kemur upp einfeldni hans og hann sagði engum frá. Myndi annan sem dreif ekki upp tröppurnar dagaði því uppi á milli fyrstu og annarar hæðar en hann gerði gott úr því, skemmtir nú fólki á uppleið með traki komiskum sögum úr eigin lífi, myndi vandvirka konu sem vildi byrja upp á nýtt en gróf óvart stóðirnar undan sjálfri sér í leiðinni, myndi aðra sem eftir aðeins andartaksfund skildi eftir fingrafar í sjálfsmynd hennar, myndi hinn sem hókin af reynsluleysi bar ástina í lófunum en þrýsti og fast og glutraði frá sér líkt á sandi milli fingrana, myndi hann sem hún vildi helst ekki muna, sem hún hitti í hringstíðanum, skýrastur allra áreynslulaust, myndi sprúðlandi kátínu unga mannsinn sem ekki bauðst að spreyta sig á ellinni, andagift og undri hins sem átti eftir að sýna henni alla tónlistina, myndi maltflöskur og suðusúkkulaði, vanilu ís með ávöxtum úr dós, svarta pétur og sígarettureyk, myndi þessa mjúku en stöðugu nærveru ferðafélaga hennar þarna hinum megin og því að gefa gleðinni fleiri stig við hliðið. Og brosandi yfir fjölskrúðugu mannhafinu innra með henni sér hann út undan sér syndrandi hitlingar í fjörunni, 4 holdmiklar konur með rjóma kransa hálsinn hlæjandi, svo hvítir kransarnir dansa hálsan á þeim og þá myndi hún hláturinn sinn. Myndi þar hún sjálf dansaði með rjómakrans hálsinn og hló, mann sæluna sem vaknaði þegar rjóminn rann niður líkamænar, þornaði í kuldanum og sprakk í margbrotið munstur, svo hún stóð sem hvít röndóttur tígur, hlæjandi, svo hann molnaði utan af henni, skapaði áferð fortíðar inn í nútíð og hún elskaði það. Og hamslaus, þunguð, fallegu fólki brosti hún og skildi að helst vildi hún safna segfljótandi tárum í krús, gerur þeim síróp og bera fram á tyllidögum fyrir þau öll. Og þá kemur hann, brosir og segir eitthvað á við, þú hér, aftur, eða ennþá. Já, ég hætti hérna. Takk fyrir, Aðalheiður Halldórsdóttir, ljóðskáld og dansari, maður eiginlega finnur alveg fyrir dansinum í textanum og svo varstu líka svolítið góð að lesa svona hratt að því að tíminn okkar já, en að það er á stundum sem þessum sem maður ánæður eiginlega hvað við seljum fáar auglýsingar að því að við þurfum ekkert eitthvað að rjúfa dagskrána til að koma að einhverjum löngum auglýsingapakka, við getum leyft okkur að lesa frekar ljóð og hlusta ljóð hérna á samstöðinni þótt við séum líka svo sem óskæftin að fá nokkuð auglýsing en þú varst nú líka auglýsta þarna malt og ýmislegt má heyra það er það býður okkar samræða á Summi almannaútvarp og hérna frammi hjá Kolbrúnu Valversdóttur sem er okkur stóð og stytta í þessu maraþoni hérna hún er að gefa kaffi góðum mönnum, það er Þröstur Ólafsson, Indriði H. Þorláksson og Ólafur Þ. Harðarsson, þeir eru komin til að ræða horfinn heim en þeir ræða horfinn heim á meðan við skulum ekki vera í neinu stressi, við eigum örlítinn tíma eftir fyrir 2 miklaskaldkonur hvernig við getum sleppt við eigum smá tíma eftir já, má ekki biðja bara á ég að biðja þig Karolín að lesa úr kvalnum þínum kannski ekki allan og biðja svo þig Kristínu eða Kristínu svo hóver eða kannski biðja Kristínu að byrja því annars segir hún að hún ætla að hætta við það því þá bara alveg sama já, ég ætla að lesa hérna nokkur brot úr kvalnum Ég stíg borð eins og í ferju með poka og annan og þægilega seiðandi guttlið í eirónum támjóa skó sem skera net blotna í fæturna, köllum það skincare eins og allir kalla svo margt. Nú myndu sjá mig sem ljómandi flöt í ólgandi hafi birtist og hverfur. Býtu, var það? Þarna? Auga sem blikkar þig og þú alltaf jafn mikið fyrir hafið.
Þögn á litlum rauðum báti sem hefur selt miða á sýningu vonar. Bíðum bara, þolinmóð, biður lítill hátalari stjórnborðsmegin. Svona mun ég birtast, innan úr hvalnum, vonandi, stökk og léttur úðinn glitrandi í gegnum loftið sest á skjáin, handarbakið sem á lófan sem strýkur yfir glerið og síðuna til að slétta skrýtna brotið og nei. Þetta ekki hetjudáð eins og manna með skegg eða hatta, heldur leitin að því hvar hafið hefst og ef það kemur mér við, hvernig það heldur á öllum í einu. Jafnvel lítil vök á steini sneisa full eftir flóð, marflær í fleirtölu, sprættappi, gler úr glerauga, gler úr öðru, smápenningur, skrúfa, kuðungur, það vissulega ekkert loft í fiski, ekkert verra að reyna að draga andan hér. Dagur 2 í hvalnum. Hvalurinn svangur og fyllist af vatni eins og belgur, eins og blaðra. Ég í sturtu allan daginn. Dagur 3 í hvalnum. Þú vissir ekki hvernig hafið, svona fullt af kvölum, litlir punktar sem draga línur yfir skjá. Við reynum að fylgjast með þeim eins og öðrum, gera hvalakort eins og mannakort. Þessi staður hér til að borða, hér til að elskast, hér til að syngja, hér til að deyja friðsælum, hér til að deyja skelfilegum, hér til að fá lítinn fiskakroppa hvalalús, í lagningu, hér fram eftir kvöldi, hér sem blikandi á ratsjá litla stjarnan hvert hún fer næst. Hér vert að minna á holdi klæddan líkamann sem fylgir rauðum punkti. Hér hvalagangan í blóma, þétt teikning pixla þetta misserið, njóttu vel, ekki taka því sem gefnu. Dagur 5 í hvalnum. Það gott í sjóin. Hvalur framundan, mig langar að vita svo margt þig. Hvernig finnst þér best að? Eigum við kannski, ég get alveg klórað þér hérna. Hvað getur þú haldið niðri í þér andanum lengi sint, borða marga pilsur í röðan þess að kúast? Hvað sér þú í veðurbörðus andliti skipstjóra? Nei, ég segi nú bara svona. Jú, bara svo gott að sjá þig, úr fjarska, svo gott í sjóin. Þú stemdir í átt til okkar eins og engill, sporðurinn vangir bara búm, upp úr hafinu. Fallegt. Ekkert, ó nei, bara gaman. Bara svo gott að vera svona inni. Ekki að kastast til í bárum og bylgjum, ekkert net, rafmagn, sorry, no connection, mjúkt og hlýtt heldur rakt kannski, bara æði og gaman og takk fyrir mig. Karolína Rós, má ég biðja þig að sýna áhorfendum þessa stórkostlegu bók sem svona eins og lítið harmonika og bókverk og listaverk leið. Þetta 2 metra ljóð. Vá, það svo fallegt. Já, hérna hann. Og að því að við höfum svo stuttan tíma, má ég þá biðja þig að koma seinna og lesa restina fyrir okkur? Já. Ég alltaf til að koma hérna á rauða borðið. Já, þú viljug, góð. Já, ég gerði sem sagt teikninguna með listamann sem heitir Boas Jósef Frídman og við gerðum annan hvern, við fórum í leikinn sko. Við brutum saman, þannig ég gerði hausinn og svo gerði ég annan hvern frá því. Þannig við vissum aldrei hvað hitt það gert. Já, takk. Þannig að þetta nú hægt að kaupa þá, ef við núna eins og í lakanískri sálgreiningu hættum, sko, þegar ostran opnast og við erum komin inn að, það tekur mig kortir að brjóta einn, þannig að gefa mig bara smá fyrirvara ef við viljum fá eintak. Já, ég skal taka frá fyrir. Takk fyrir. Kristín Ómarsdóttir, ætlar þú að svona með stóra ljóðasafnið þitt fallega? Ég ætla að lesa bara bita úr því, sko. Já. Bara blasi, þú veist ekki, þú veist svona. Finnst þér eitthvað stressandi þarna ég hef verið að kynna dagskrá og svo eru 2 skákumenn að koma og svo eru síðan Egils og svo heldur marathon. Nei, ég var bara svona að segja, ég ekkert að búa til eitt stress. Þú sagðir ekkert stress. Það ekkert stress. Og það sko meira að marka þegar ungt fólk segir ekkert stress en eldra. Já, ég nú eldri þannig að það ekki. Nei, þess vegna var ég ekki alveg vissum hvort ég ætti að taka markaði. Já, svona taka mátulega markaði. En ég búin að taka eftir að 20 eða eitthvað manneska segir við þig ekkert stress, þá bara verður maður rosalega rólegur. Já,
Einmitt, já, það eitthvað svona aðeins svo fjarar úr rónni undirtexti. svo því fleiri ár sem mælandi ná að baki. Já, svona ekkert stress milli samanbitinna tanna hjá eldri fólkinu. Já, en þetta mjög, og líka no pressure, no pressure. Þegar þau segja líka no pressure. Sem ég veit ekki hvernig á íslensku. Engin pressa. Engin pressa, já. Þau segja það líka. Mjög áhrifaríkt. Láta ungt fólk róa sig. Heyri, já, ég ætla að lesa hérna bita úr þessari og hérna ljóðasafnu og úr bók sem hún hét bók sem hét hérna Kóngulæri sýningaglugga og svo eitt hérna ljóð bara stakt. Ég var sko með nokkuð prógram en aldrei aftur heitir þetta ljóð. Hendur mínar hreinsast aldrei eftir að ég þvoði klósett auðkýfings. Snerta aldrei elskuða minn, greiða mér hárið. Sagt að sú sem skít þrífur, eignist fagra koju í himnaríki, hreina tjörn með ljóskösturum, hásæti við hlið Guðs. Ég eignast aldrei hendur mínar aftur. Já, svo ætla ég að lesa hérna, þetta var nú bara út að þetta nýtt ljóð, sem sagt? Nei, það síðan 2013. 2013, já. En bara svona lausum. En það voru, já, ég ætlaði kannski að lesa hérna eitt sem, já, en geymum það. Já, hérna, mér svo fallegt hérna spékoppar, fleita kettlingar niður hana. Takk, Guðrún, svo trúlega fallegt. Viðurlag. Já, þetta orð 2016 og já, það var ákveðin aðili sem var verið að víja. Viðurlag. Hnífapar dansar á flegnum dúki. Hnífapör dansa. Hnífapar dansar á flegnum dúki. Hnífapör dansa. Á skjaldamerki, innsigli, morgun ógleði. Hnífapör dansa á flegnum dúki og renna stóðunum undir húð mína. Lífið draumur. Vísun í Calderón de la Barca. Regn klæðir gluggan, vor nálgast lýðveldið, ég fel líkamann röndóttum akri sem móði mín plægði og faðir minn sáði í. Vakan hefur öðruvísi áferð en voðin sem ég ferðast á niður fjallið. Ég geng fyrir horn, grænt hús verður gult, lotningafullt brjóst tæmist, koss breytist í hníf. Maður slær eign sinni á vökuna, annar skattleggur súrefnið, sá þriðji veiði fisk, sá fjórði selur fangið. Best að hlæja hærra að spegilmyndin en í gær og enn hærra næsta dag. Dætur mínar varðar sólargeislum, plæja og sá í drauminn. Synir mínir varðir sólargeislum, plæja og sá í drauminn. Daginn snjóar, svo rignir, vetrarteppin falla niður af svölunum. Lífið draumur. Og þá kemur næsta sem náttúrulega heitir martröð. Í landinu hafa íbúarnir ekki efni á fingrum, klipptir af við fæðingu með viðhafn, kaffi og kökur og eftir, safnið urðað. Krossaumið mynda púða, skurðgrafa ofan á fingra fjalli. Á götunum heyrist ekki fótatakið, þruskið stillt á þögn, öskur stillt á þögn, nætur óp konu sultað, án ummerkja, opnast hurð og lokast gluggi. Krossaumað á púða, api á trambolíni, köttur á skíðum, hundur á skautum, barn, lamb, röndótt magniglas, blóm. Dagspyrtan strókar út líðin, regni biður afsökunar áður en það fellur, krossaumað á púða, sjúkrabíll, broskall, ull,
broskall vink. Krakkarnir þræða varirnar saman með nál og tvinna og syngja saman í draumkór. Svitaperlur kórstjórnandans leika nóturnar, lófaklappið líkist fossi, foss, krossumað á púða, foss. Tungurnar sleikja saltið af rúðunum, hannyrðir eru yfkaðar annar staðar, herskip flytja peysur og sokka til landsins. Bara stoppa hér. Takk fyrir, Kristín Ómarsdóttir. Hlustendur og áhorfendur vita nú kannski að þú ert svona mjög mikill áhrifavaldur í ljóðagerð á Íslandi. Ekki Instagram. Ekki á Instagram en í ljóðaheiminum og svo hefur líka verið góð í umræðunni mitt á næturvaktin hérna í nótt svona listamanns Rekin Rými því að þú hefur varst með rakst galleri á heimilið þínu Glerhúsið en ég held að ég verði að þakka ykkur fyrir komuna mikið óskaplega var þetta góð ljóðastund hérna með ykkur og takk fyrir að bara einhvern veginn búa til svona prógram spontant í spuna. Já, til hamingju með allt marathonið þetta. Þakka þér fyrir. Ef það er við hæfi að segja til hamingju en við eigum eftir að sjá hvað hefur safnast. En það allavega búið að vera gaman og þetta alveg stórkostlegt að sé hægt að það er þessi svona sameiningar, já, samvinnan, orðið sam hefur svolítið unnið finnst mér bara núna bara maður finnur svo mikið samhljóm og samtakamátt. Svoleiðis að meðan að ég ég ætla að vita hvort að pabbi minn, ég verð að segja það Ævar Kjartansson sem var útvarpsmaður í mörg ár, hann hættur að vinna í útvarpinu að grúska í Dölunum en hann var nú svo góður að vera á bakvakt í þessu marathoni. Ég held að hann sé þá búin að vera frá klukkan 7 í gærmorgun á bakvakt ef að einhver skildi ekki mæta því hann náttúrulega þekkir örvendingu dagskrárgerðar fólksins ef að verða veikindi skyndileg og engin mætir að þá hann búin að vera tilbúin á Zoom en svo ég búin að segja neini allir mættir þannig nú bara spurning hvort hann sofnaður á verðinum eða kannski fara hann að gera eitthvað annað Nei, nú ert þú komin þarna já, byrjunum við en þið megið vera og þið megið fara sem sagt, kæru ljóðskáld ég ætla nú kannski afkynna ykkur fyrirgef það er Pétur Magnússon, Karólína Rós Ólafsdóttir, Kristín Ómarsdóttir Sigurbjörg Þrastadóttir, Aðalheiður Halldórsdóttir og Guðrún Hannesdóttir stórskotalið ljóðskálda Takk fyrir og takk fyrir stórkostlega Oddný Já, takk fyrir Ævar Kjartansson útvarpsmaður komin á línuna óþreytandi á bakvaktinni? Já, þetta nú frekar létt að vera svona bakvakt. Heyrur í mér annars? Ég heyri þér já. Það bara, þú tæknivætur. Ég tæknivætur Þetta ertu bara með heilt hljóðstúdíó þarna hlaðvarp Hlöðberg þannig að við samstöðin heilsar hlaðvarpi Hlöðberg í Dölunum þeir bíða frammi til að tala lýðræði og horfin heim og eiginlega ræða vetrardagsskrána sem að einmitt ég hef notið hvað segir maður ekki, þíns liðsinnis að ræða einmitt hvernig við tökum vetrardagsskrána með trompi og til að byrjum strax í ágúst að ræða lýðræði en mér langaði til að spyrja þig aðeins bara hugtakið almanna útvarp, það ekki hugtak sem að þú skrifaður Já, það er náttúrulega það sem við höfum verið þá það kannski eins og þegar var farið að draga úr því að nota ríkisfánan þannig að klofna það svolítið eins þegar verið að tala ríkisútvarp að mann fannst það svona dálítið yfirvaldslegt og þess vegna var farið að tala þjóðarútvarp eða almannaútvarp, almannaþjónustu og þá í þeirri merkingu frekar eða lögðu áherslu frekar á þá merkingu að þessi stofnun væri að þjóna almenningi, það væri þjónustustofnun við almenning en ekki neitt yfirvald. Þetta kannski eitthvað sem
sem sko skýrir ákveðna þróun í starfsemi stofnunarinnar. En ég veit, sko, ég að hugsa það þegar ég að horfa á, ég kom hér inn og var að horfa á skáldin, horfa á þeir tala við skáldin, og þetta kannski nákvæmlega það sem mér fannst oft sem starfsmanni útvarpsins, þá fannst mér oft eins og þetta væri múalega gaman að geta gert svona, að geta bara hóað fólki inn í stúdíó og búa látið eiginlega svona prógramið bara þróast svona eftir veður og vindum. Ég til dæmis, það var stórkostlegt að horfa í gærkvöldi á Ólöf Arnalds mæta með sinn inn á milli. Þetta var sem sagt eðlileg og í beinni eðlileg útsending á tali og tónum. Það sem hann einmitt hefur oft fundist að ætti að vera svona einkenni ríkisútvarpsins, þessa almannaþjónustu útvarps. En þar auðvitað þar eru nú mörg herbergi og margar vistaverur og þar þarf að vera skipulag. Þar gátu menn kannski ekki leyft sér nema á einstaka góðri stund að blanda saman og gera það sem mann datt í hug rétt sí svona, það þurfti að passa inn í einhvern ramma. En ég man eftir í fyrirgjöf þegar að þú varst að byrja með beinar útsendingar, þá var það þá hefði ekkert verið beinar útsendingar, það? Sko því það bara þótti vera of áhættusamt. Já, sko, menn náttúrulega fengu þetta of kannski, menn þetta var of trú á tæknina á tímabili, þannig að þegar segulbandið kemur til sögunar upp úr miðri öldinni, upp úr 1950, þá voru menn ákaflega hrifnir af þessu, það var hægt að klippa og gera alls kyns kunstir. Og eiginlega endaði með því að sko, þegar ég byrjaði að vinna í útvarpinu 1972 fyrir meira en 50 árum, þá var eiginlega allt soðið niður, þá var eiginlega allt tekið upp á band. Og það var bæði vegna sem menn vildu hafa þetta snyrtilegt og klippa út einhverju vandræðalega þagnir og þess aftar og höfðu bara mikla trú á þessari tækni. Síðan gerist það nú eða færa upp úr því ferðan og svona breytast svolítið aftur að menn grípa til beinu útsendingarinnar sem kannski stundum til þægindauka, stundum til þess að geta snúið sér komið beint að efninu, en líka til þess að ná fram ákveðinni stemningu. Og núna er svo komið að talsvert stór hluti, ég ætla nú ekki að tala Rás 2, þar hefur beinasendingin verið ráðandi, alveg frá stofnun þeirra rásar, en líka á Rás 1 þá má segja að þetta form sem er mjög þekkt víðum lönd, það er svona par, það er gjarnan karl og kona sem sjá útsendinguna, kankast á og tala saman og kynna og nota mikið tónlist. Þetta er mjög ráðandi form. Til dæmis í kvöndeginum núna á Rás 1 þá er byrjað í með morgunvakt og svo er þáttur milli 11 og 12 og svo aftur klukkan 1 og svo eftir klukkan 4. Það er að segja það er þetta form á dagskrárgerðinni ráðandi. En það sem ég ætla að nefna þegar verið að svona agnúast út í, og þannig sumir þarna á þinni stöð, að agnúast út í ríkisútvarpið, en þá stafar það kannski að því að blaðamenn hafa tilhneigingu til þess að halda að fjölmiðlum snúist eingöngu fréttaflutning og túlkanir á fréttum líðandi stundar. En þeir sem muna nú tímana tvenna vita að almannaútvarp hefur miklu stærra hlutverk. Það eru, eins og ég sagði áðan, það eru margar vistarverur og það er eitt sem hefur einkennt ríkisútvarpið alveg frá stofnun 1930, en það er eðli þess að vera samkomusalur. Ríkisútvarpið hefur verið samkomusalur þjóðarinnar, þar sem menn hafa flutt bókmenntir, tónlist
og komið saman sko, bæði svona á gleði og sorgarstundum. Lengi vel þá var útvarpað til dæmis í jarðarförum sem þetta nú kannski svolítið skrítið í dag, svolítið skrítið efni, en þetta var ódýrt efni og þægilegt að eiga við það, að taka það upp og útvarpa því. Það voru sorgarstundir, en svo voru líka tónleikar, til dæmis það var mjög náið milli útvarpsins og symfóníuhljómsveitarinnar þegar hún var stofnuð. Og þannig að það var starfsmenn Ríkisútvarpsins litu á hlutverk sitt sem menningarstofnunar. Það var mjög áberandi og auðvitað má kannski segja að það hafa bæst inn svo margir fleiri möguleikar til þess að taka til máls heldur en ég man þetta þegar var farið að hringja inn í þjóðarsálinu sem kölluð var á dagurmálútvarp á Rás 2 í byrjun 1987. Þá þótti þetta merkileg nýlunda að maðurinn á götunni, Jón Jónsson, gæti bara tekið upp símtólið og hringt og tjáð skoðun sína á mönnum og málefnum. Nú síðan gerist það að í dag þá þekkjum við það að menn eru gemmandi út allar trissur á samfélagsmiðlunum. Þannig að það að tappa af óánægju gleði þjóðarinnar, það kannski þarf ekki að vera lengur hlutverk endilega sko Ríkisútvarpsins, menn hafa nægan stað og tíma til þess. Eins og til dæmis samstöðin. Samstöðin kannski ákaflega merkilegt fyrirbæri í þessu samhengi vegna þess að hún sinnir því sem Ríkisútvarpinu hefur gengið á því illa að ná utanum, en það að gefa sér tíma til þess að ræða málefni, alvarleg málefni samtíðarinnar. Og það má segja að ég get sagt það að ég hef oft dáðst að því hvað í rauninni þessi litla stöð, þessi fjölmiðl sem telur örfáar manneskjur, hefur getað náð utan breytt svið í samfélaginu. En það auðvitað, þó að Ólaf Arnalds væri með gítarinn hann í gær, þá var það nú frekar undantekning að verið útvarpa tónleikum hjá ykkur. Þið hefur kannski ekki aðstæðu til þess. Nei, ekki aðstæður, en þetta svona þetta en kannski köllum við til fólk sem vant því að þau eiginlega gera út á það kannski að vinna sjálf reka listamannsreikin rými og fólk sem vant því að koma fram í stórum kannski hljómleikasölum en kann að meta líka og kann að búa til dagskrá sjálft en pappi segir nú bara Ævar Kjartansson, útvarpsmaður ég held að við þurfum að sko gefa okkur dálítinn tíma, það væri nú svolítið gaman ef við getum gefið okkur tíma til að ræða útvarpið og mér langar svo líka til að bara biðja að segja rifja upp sko þegar að ég man svo eftir því þegar þú varst bara á hjóli í Öskjuhlíðinni með upptöku fljúgandi hollendík á bakinu og þetta var svo mikla tilraunir sem verið var að gera sem að maður einhvern veginn kannski saknar svolítið. En að því hér eru komnir, sko, ég held að þú sjáir þá ekki, þetta komið algjört stórskotalið hérna inn í stúdíóið og þeir heyra ekki í þér, þannig að við náum ekki að, eins og þú ert að segja, við náum eiginlega ekki að búa til alveg samræði, við erum ekki nógu tæknilega þróuð þannig því miður, kannski, þótt að okkar tæknifólk sé alveg stórkostlegt og eiginlega leysi hverja þrautir og fætur annari, þannig ég held að ég verði að þetta eru sem sagt Þröstur Ólafsson, Ólafur Þ. Harðarson og Indriði H. Þorláksson og við ætlum eiginlega að setja í gangu eða svona, ætlum að reyna að slá einhvern upphafstón fyrir umræðu lýðræði. Þú varst nú kannski mörg misseri að tala lýðræði í Ríkisútvarpinu og ég held að því miður þá þurfum við ennþá að ræða lýðræði og það væri gaman að fá þig líka inn í þá kannski samræðu. Og ég ætla að þú talaður horfin heim menn sem muna horfin heim og það einmitt það sem við erum hérna komin til að rifja upp horfin heim. Má ég þakka þér fyrir spjallið Ævar Kjartansson, útvarpsmaður.
Já, sömuleiðis svona mín og ég hlakka til að hlusta á þessa heiðursmenn sem þarna eru mættir og veit að það verður nú ekki tölu vitleysan þarna. Takk innilega fyrir. Takk. Bless. Og þeir vinka og allir vinka en við kannski sjáum það ekki en ég var búin að kynna ykkur, ég ætla nú kannski að fá að kynna ykkur bara aftur, þakka ykkur fyrir að koma sunnudagsmorgni. Það Þröstur Ólafsson. Hvernig á ég nú að kynna þig? Með hvaða þú ert með nú svo marga titla, kannski, og það eru margir fyrrverandi, ef þú ættir að það myndur verið að taka upp allan þáttin ef þú ættir að... Já, við skulum ekki vera því, ég er bara hagfræðingur og eftirlauna þegi. Já, en við samt að segja að þú ert fyrrverandi... Aðstofamaður á þeirra 3 sinnum og fyrrverandi framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitarinnar og fyrrverandi kaupfélagsstjóri Krón og formaður bankar á Seðlabankans og við halda áfram. Já, mál og menning Þannig að það eru ýmsir titlar og hattar. Já, ansi margir. Ólafur Þ. Harðarsson. Já, ég hef nú bara eiginlega einn titil, prófessor í stjórnmálafræði á eftirlaunum. Þú hefur nú líka kannski þann titil að vera bara helsti, er það ekki stjórnmálaskýrandi? Já, ég hef nú lengi reynt að sinna það sem ég kalla alþýðufræðslu og núna í ellinni þegar ég hef miklu meiri tíma heldur en ég hafði þegar ég var til dæmis forseti deildar og sviðs í 12 ár og varð ofta að neita því að koma í viðtöl bara vegna tímaskort að núna get ég bara komið hvenær sem að í mig er kallað og gerir það mjög oft og, og það er bara mjög gaman. Það er svo dásamlegt þegar eru svona bóngóðir menn sem að mæta bara á stuttbuksunum á nóttursu degi og en má ekki segja það á sérta stuttbuksum, það vita það nú ýmsir held ég. Ég er náttúrulega stuttbuksum, ég er í stuttbuksum frá sumardeginu fyrsta fram á fyrsta vetradag og meiri síðan gerði ég það nú daginn að því kona mín hefur stundum verið að kvarta við mig að stuttbuksuna mína sem ég fer á til dæmis á sinfóníutónleika, það er síðan orðið hálfræfilslegar, þannig að ég fór nú bara í Boss og keypti mér svona spari stuttbuxur úr hör þannig að nú get ég mætt í bara hvaða boð sem er á þessum fínu spari stuttbuxur og við erum nú að reyna að höfða til Nei, ég kem bara í venjulegum buxum. Eins og þið vill þá erum við að reyna svona, við erum að þessu marathóni líka sem svona, við erum að gera þetta sem útvarstilraun en líka sem þetta er eiginlega listrænt gjörningur orðin en við erum líka að gera þetta svona í fjáröflunarskyni mætti halda við væri núna sponsorir af ákveðinu fyrirtæki því þú nefndir það en það, við erum ekki komin alveg svo langt. Nei, má ég kannski segja þér frá því að ég er nú búin að fylgjast með þessu meir og minna í allan gærdag og í morgun og hort heilmikið af þessu beint en síðan þar sem ég hef ekki náð að horfa á beint þá hef ég svona skrollað og hort á þá búta sem mér hefur fundist svona áhugaverðastir fyrir mig og þetta hefur verið alveg einstaklega vel heppnað. Það er svo mikil fjölbreytni, það hefur verið svo rosalega mikið af skemmtilegum viðmælendum og kannski mest í fréttapunkturinn hingað til var nú viðtal við hana Sönnu Magdalenu í gær þar sem að hún tók skýra afstöðu og greindi frá sínu sjónarhorni varðandi þessar deilur sem hafa verið inn í sósíalistaflokknum. Það var mjög greinargott og upplýsandi fyrir þá sem að ekki eru þarna inni. Ég vil líka kannski bæta við að ég hef séð svona áður. Ég man nú ekki hvort að þeir voru með jafn lengi og þið ætlið að vera þannig að þetta er Íslandsmet hjá okkur eða heimsmet og það var þegar ég bjó í Bandaríkjunum með konu minni Hjördísi Smith á árunum í kringum 1990 þá hlustuðum við einkanlega fréttir á PBS sem sé almannaútvarpinu sem var með langbestu fréttatímana og þeir voru byggðir þannig upp að það var bara svona í 10 mínútur yfirlit helstu fréttir dagsins 50 mínútur komu síðan þar sem viðtal við 1, 2, 3 venjulega toppmenn sem reyndu að útskýra fyrir manni hvað í rauninni lægi á bakvið fréttirnar og mér heyrðist reyndar á Gunnari Smára að það væri nú hugmyndum að fara kannski eitthvað í þetta hjá ykkur en það sem ég ætlaði að segja er að
kona mín var svo, þeir voru með svona marathon sko, eða sem sé með langa dagskrá, þar sem þeir voru að safna peningum vegna þess að ég held að þetta hafi verið þannig að ríkið styrkti þá, en upphæðin sem þeir fengu frá hinu opinbera réðist að einhverju leyti af því hvað þeir gátu safnað miklu fé frá almenningi. Þannig að það skipti mjög miklu máli að safna sem mestum. Og kona mín vildi endilega gefa í þetta og ég var í sjálfu sér ekkert á móti því, en hélt yfir henni dálítinn fyrirlestur svona rational teóri eða skynsemiskenningar í stjórnmálafræði, en samkvæmt þeim væri það algjörlega fráleitt að gefa í svona söfnum. Eiginlega af tveimur ástæðum. Í fyrra lagi væri þetta óskiptanlegur fengur sem þýðir bara í þessum leikjafræðum að þú nýtur ávægtan og þú leikir ekkert fram. Þú getur hlusta þó þú borgir ekkert. Já. Og hin ástæðan svo að þitt framlag svo lítið miðað við heildina að það skiptir engu máli. Og læknirinn horfði á stjórnmálavæðingin með forundran og fyrirlitningu og sagði mér andskotan sama einhverja skynsemiskenningar í stjórnmálavæði. Ég vil bara styðja þessa góðu stöð. Og það náttúrulega það sem við höfum séð reyndar að eins og margt í þessum skynsemmiskenningum að þá bara ganga þær ekki upp í veruleikanum vegna þess að þetta módel hagfræðinnar af hinum hámarkandi eigingjarna manni, það á stundum við, en það á alls ekki alltaf við. Og þetta hefur verið eiginlega sko akkilesarhæll hagfræðinnar að binda sig of fast í þetta módel. Ég þóra að segja þetta þó ég sé ekki hagfræðingur og Þröstur bara rekur þetta þó onni mig, þetta er vitleysa. Og mér finnst að þetta hefur breyst tölvöld mikið í hagfræðinni núna eftir bankahrunið. Ég fyrirgefðu hvað þetta var. Já, þakka þér fyrir. Þetta var sko hugvekja, sunnudags hugvekja. Já, sumir segja ég hefði átt að vera prestur. Já, sumir vildu nú sjá það í forsetaembætti líka, tristu þessu fyrir. Og svo er það annar meistari, það er nú Indriði H. Þorláksson og þú átti nú ýmsa titla líkar það ekki, en kannski þekktastur fyrir að vera skattstjóri. Það er ríkisskattstjóri. Ríkisskattstjóri, það er ekkert annað sko. Og það er mjög töff titill. Og núna ertu Reykjavíkur Akademón og náttúrulega... Já, það var bara ekki vilja segja eins og Þorstur, en varðandi svona fyrirvarandi titla þá datt mér í hug saga sem að Vilhjálmur Hjálmarsson sagði mér einhvern tímann að það var frendi hans var gestur hjá hann þegar bara dyrum mannaustan á landi sem að Vilhjálmur sagðist nú að vilja vekja athygli frenda síns á honum og taldi upp að þetta var fyrirverandi fulltrú á búnaðarþingi og fyrirverandi verkstjóri hjá vegagerðin og fyrirverandi og þetta og hitt og endaði með því að frenda hans leita og hann sagði hvað kom fyrir bila saman? Já, ég er best að talja sem minnst upp að þessum fyrirverandi. Það verður nú að bæta því við með Indriða sko að hann líka í hjáverkum sinnti því merkastarfi að kenna tölfræði í þjóðfélagsfræðunum í Háskóla Íslands. Þannig að hann kendi mér inngangstölfræði sem ég bíóði það ennþá. Ég er einmitt vonast til þess að hann geti kent mér líka smá tölfræði. Ég er með svona óskakurs. En við sko erum hérna saman komin, eins og ég var kannski búin að nefna, ég veit það ekki, til að ræða bók eftir hann Þröst Ólafsson sem er hérna staddur hjá okkur og sko þessi bók er ykkur kunnug, þú ert búin að ræðum hana svona stuttlega en af skerpu í kiljunni og þú skrifaði lítinn pistil sem hann gaf við útgáfu bókarinnar. Þessi bók heitir Horfinn heimur og ég er með mitt eintak hérna en að því ég sitt hérna sem sagt og er að stjórna útsendingu einn af annar þá er ég óvart með rímur af Göngurhólfi eftir Hjálmar Jónsson frá Bólu sem sagt þetta var átt að vera svona ef að næturvaktin það gæti ekki verið enn skemmtilega heldur en bók en já það er erfitt því að bók Þrastar er mjög mögnuð og skemmtileg nákvæmlega og ég er ekki búin að lesa en ég verð að viðurkenna það strax fyrir svona mögnuðum mönnum ég er bara í miðju kafi og það eru svo margir þræðir þarna og þetta er svo
náttúrulega bara bókmenntaverk líka, þar sem þetta svona eins og sjálfsæfisaga og góður tónn, þar sem mjög persónleg frásögn af því hvernig eiginlega heimurinn kemur þér fyrir sjónir sem ungu manni og svo lítur öxl og þetta svona ef einhver frammi Kolbrún mín Valversdóttir frammi og gæti komið með eintaki mitt sem liggur á borðin, hvað þú ert dásamleg, þakka þér fyrir bara við farin að lesa hugsanir þannig ég ætla að sýna bókina hér þetta bókin Horfinn heimur, minningaglefsur hún ansi þykk sko en það líka og maður lesa hana nefnilega ekki svona eins og sumarfræðibækur getið eins og maður getur svolítið lesið hratt svona, maður getur svolítið hent sér í gegnum þær ég vil byrja aftast og lesið aftur og bak og áfram svona, það ákveðin tegund á lestri, en þetta ekki svoleiðis bók sko, ég reyndi það en maður verður bara að byrja í róliheitum þannig að þetta alveg upplöð sumarlesning þannig ég eiginlega biðla til kannski hlustenda og lesenda að lesa bókina af því að í ágúst og september þá langar mig til þess að við ræðum þessa bók eða ræðum nokkra þræði út frá þessari bók og eins og ég sagði við Ævar í framhaldi lýðræðið en má ég kannski biðja þig Indriði að því að þú skrifaðir svo góðan svona pistil aðeins til sem eiginlega kynnti bókina fyrir okkur, má ég aðeins biðja þig að kannski segja frekar en höfund, auðvitað á maður að biðja höfundur að segja, stundum það nú ekki þegar það hrósa bókinni Já, þessi pistil það var reyndar svona kynning fyrir félaga okkar, við höldum hópinn gamlir skólafélaga frá Menntaskólanum Akureyri og þegar að bókin kom út þá tók ég þetta svo saman til þess að kynna efnið fyrir þeim og við Þorstu vorum líka samtíða í Berlín þar sem að, hvað maður segja, þessi þroska saga kannski byrjar og við vorum þarna á 7. áratugnum og það var geysilegur svona umbrotatími í pólitískum og félagslegum málum í bæði Þýskalandi og annað staðar. Þarna var grasseraði stúdentauppreisnin hluta þessum tíma. Þarna voru austurpólitíkin, það að segja afstæðan til Austur-Evrópu og Austur-Þýskalands í mikilli gerjun. Þarna þetta var náttúrulega tíma kaldastríðsins þar sem átakið voru mikil og það var breyting í undirbúningi eða í gerjun, ef má svo að segja, í viðhorfi til austurblokkarinnar og upp á svona neyri austurpólitík, ef svo má segja. Getur við sett, því þú ert úr talnamaður, getur við sett einhver tölu á þetta hvernig þið komið til Berlínar? Já, við komum í Þorstu kom 1962 líka. 61, já. Ég kom þarna vorið 1963 já. Og það vildi nú reynda svo til að ég kom þarna í maí og á tilvíðunum og þá lendi ég inn á torginu við Rathaus Schöneberg daginn sem og þegar að Kennedy kom þar og flutti sína frægu ræðu og sagði ich bin ein Berliner þannig að þarna var ég í eitthvað 200.000 manna hópi sem að hlustaði á þetta en sem sagt þessi staða var í Berlín var svona að rísa úr rústum eftir styrjöldina bæði Vestur-Þýskaland og Vesturveldin hafðu gert svona til að byggja það upp en einhver síður var svona álgerð heimsenda stemming því að framtíð Berlínar var afskaplega óljós og óviss og hún hafði nú lifað af hér einangrunina 1949 þegar að Rússar ætlaði að Sveitarland en þá hafði strax komið upp þau hugmynd meðan að sjá Bretum að bara að gefa Berlín upp og semja við Rússa einhverja aðra hluti staðinn sko. Þannig að það var ótti viðvarandi og efnahagsástand í borginni var ekkert gott en þegar að Kennedy kemur þarna þá svona sköpun í von og menn túlkuð þessi orðans að sem hvað var þessi yfirlýsingu að Berlín yrði ekkert afhent en það kannski svona pólitíska þróunin kannski að öðru leyti sem að hafði áhrif á og mótaði ég held ég sé bæði mig og Þröst á ýmsan hátt og flesta sem að voru þarna því að þarna var pólitíkin að brjótast undan ákveðinu svona eða út úr svona ákveðnum autoritérum
samfélagi sem verið það í Þýskalandi og menn fóru farnir að lífa við að hugsa að það sé ekki allir eins, að það er að taka til allra skoðana hvernig sem þau eru og svo framvegis. Og svo náttúrulega stúdentaóriðnar sem voru þarna mjög ábærandi og mótuðu líka andrúmsloftið og hvað maður segja okkur sem þarna voru. Þannig ég skoða svona bók þrastar svolítið út frá þessari byrjun og svona skoða hana ekki sem ævisögu sem hún ekki heldur hann að svona reka kannski skýra fyrir sjálfans og öðrum þeir breytinga þann feril sem að hann svona hugarheimur gengur í gegnum frá þessum punkti og til dagsins í dag og hann fer kannski á ýmsan út svona í ákveðin hring og endar á kannski svipuðum stað og hann byrjaði þar sem svona íslenskur hvað maður segja borgari sem að hefur í heiðri þau mannleg og félagslegu gildi sem hann hafði kynst í æsku og aðeins stöfnum. Þannig ég leit svona á bókinu svolítið út frá þessu sjónarmið og vona þessu svona ekki allrangur skilningur á verki Þrastar. En þetta nú einmitt einn af þessum þráðum sem við ræddum raunverulega hvernig takast á sko ástæða þess að þessi bók talar inn í okkar tíma núna og raunverulega frá þeim kom út, kannski það ekki landsýnum kom út en þá eiginlega á hún enn meira erindi við okkur núna eftir bara þessar sviftingar svona í heimsmálunum myndi ég segja og þar sem að spurningin kannski tilhneiginguna til fasismans eða alræðis fyrirkomulagsins og svo þessi spurning lýðræðið og tilraunum til að vera með einhvers konar fjölmenningar samfélag og svoleiðis. Við erum í einhvern veginn, við eigum í dollum vanda með það. En þú sagði mér Indriði þegar ég baði að koma, ég hélt satt best að segja að ég vissi ekki alveg að þú væri svona, hefði skrifað þennan pistil bókin og svoleiðis, en þú sagðist að vera að lesa bók sem að væri líka einhvern veginn að tengdist þessum horfna heimi. Manstu eftir því? Ég man nefnilega ekki alveg hvað svo bók hét. Já, ég verið að lesa bók eftir rithöfund og þýska rithöfund og lögfræðing Ferdinand von Schirach sem endar svona Baldursson Schirach sem var einn af forystumönnum nasista og hann svona einmitt að reka þessa þróun og áhrifin af þessari hvað segja meðal annars byltingu sem var þarna á þessum tíma og fyrst og minnist það hann minnir þar á þýskarithöfundi Erik Kästner sem var enda að skrifa það mikið fyrir börn og unglinga og lifiði af nasista-tíman að hann sagði einhvern tíman við mögum ekki gleyma fortíðinni við mögum hlusta fortíðina til þess að læra af henni hvers vegna við erum orðin þar sem við erum í dag og mér finnst það vera kannski svolítið tónnin í bók Þrastar að líta tilbaka og segja hvernig er ég orðin af þeim manni sem ég er í dag. Þröstur, nú skrifar þú bókina sko til þess eins og að miðla einhverju samhengi, skilningi þetta er ekki bara bókmennta tilraun í sjálfu sér eða svoleiðis og þetta er tilraun til að búa til samræðu vettvang væntanlega og maður finnur mjög fyrir því þannig að mér langaði til að bara biðja að því ég veit að við höfum svona frekar skamman tíma og þetta er frekar flott að fá ykkur alla í stúdíóðu fyrir svona ekki svo langan tíma því að við gætum auðvitað verið kannski 4 tíma líklega minnst, já og þú á stuttbuxum þótt að sé heittinn einmitt það heitt en gætir þú svona sett upp óskalista hvernig ættum við að fara að þessu að hvaða þræðir eru það helst eða svona þemu þú ert nú með svolítið þú vandar Íslandi nú ekki kannski kveðjurnar sko að það hefði eitthvað þessi svolítið eins og þú varst með í hugveikju upphafi það hefur eitthvað gloprast niður samvinnu hugsunin Við töpuðum náttúrulega ansi miklu úr okkar fortíð þegar að félagshyggjan var ekki raunverulega daglegu viðburður fyrir fólk.
heldur var eitthvað sem menn sóttu og lási sig til Í mín uppöldi þá félagshyggjan allstaðar og það eru bara fólkið hafði tekið sér saman og með vitað að mynda félagskap nánast hvað sem var og þetta sá grunnur sem að ég og mín kynslóð sem vorum fædd á svipum slóðum og það sem félagshyggjan var svona ráðandi, það var ekki alls þar á Íslandi en þarna sem við mótuð af og ég fer inn í lífið með þetta veganisti og rekst þá á sumstaðar svipaða hugsun annar staðar ekki og það eitt af því sem að ég fannst alltaf svo heillandi þegar ég fór að bera sjálfan mig eða veganistið heiman saman við það sem ég var að fást við og það var eiginlega kveikjan af því að ég fór að skrifa þessa bók að viðfangsefni sem voru ýtt að mér eða ég tók að mér að leysa þau voru öll á tímamótum það var verið að reyna að finna nýja leiðir og þetta gamla gekk ekki upp Já, þegar þú byrjar frásögnuna, þegar þú ert ungur maður. Þegar ég eiginlega hættur að taka þátt í svona raunverulega þáttakandi í svona starfi og störfum þjóðarinnar. Já. Og fannst að það væri þar ýmislegt sem að gott væri að miðla til þess að minna fólk á að það var ekki hægt í gær. Ég held að það hafi verið Walter Benjamin sá merki gagnrýnandi sem sagði að við ættum ekki að binda okkur fasta við þessa gamlu góðu tíma heldur að tengjast vondu framtíð. Og það svona En hann var nú með engil tímans eða engil sögunar sem hann flög aftur á bak þannig að hann var nú samt alltaf að líta eins og undrið sig að líta aftur, en fram á við þannig að þetta vettvangur til þess að horfa fram á við sannarlega þótt þú sért að tala horfin heim Framtíðin alltaf uppvænleg sko vinstri hreyfingin sem ég var hluti af og hluti af hún var stór út af framtíðinni Hún vildi breyta nútíðin í framtíð. Við erum komin öfugt núna. Nú á að fara að breyta framtíðin í fortíð. Vegna þess að fólki finnst að hafa glatað einhverju. Það glatað glæstum tíma þjóðarinnar. Það glatað verkalýðshreyfingunni eins og hún var einu sinni. Það glatað þessu hinu. Og það grundvöllurinn af popúlismanum. Þessi tilfinning að hafa glatað einhverju. Og að færa tíman til þannig og það eitt af því sem að ýtti við mér að skrifa þetta. En það ekki líka félagshyggju sem segir eins og ég sagði við höfum glatað einhvers konar þessari daglegu samfélags Þetta tíðarandinn Jú, hann það Þessi eftirsjá einhvers konar Já, tilfinningum að hafa glatað einhverju hún er svo víða hún eiginlega allstaðar en leiðirnar sem að menn fara til þess einmitt eru mjög ólíkar þar að segja þú ert að segja þessi leið ætla þá að endurheimta eitthvað úr fortíðinni með því að leita eftir fyrirkomulegi úr fortíðinni sem þá populismin eða hvað Já, populismin raunverulega mínu skilgreiningi ekkert annað þetta að reyna að finna sterkar hluti sem að þjóðin saknar eða einhver hópur saknar það hafi verið einhver tíma hvort sem það hefur lifað að sjálft eða ekki og segja þetta okkar framtíð og það þessi sem maður heyrir einmitt núna svona marga tala þessi gildi þetta okkar íslensku gildi og við verðum að halda í okkar gildi þótt að það sé fólk segir það á mismunandi forsendum en kannski einhverjir að vísa til þessara gömlu gilda En sko, hvernig finnst þér, þú hugsa með þér og þú leggur þetta ærið verk, en hvernig finnst þér síðan í samtímanum að
að koma á fót þessari samræðu svona grundvallarmálin og framtíðina og hvað við raunverulega, hvert við viljum stefna. Finnst vera svona ráðrúm til þess? Það gefur sér eiginlega engin tíma til þess. Það er eins og tímaleysið, það er allir svo uppteknir, ég segi nú yfirleitt aðalega sjálfum sér, að menn hafi ekki tíma til þess að ræða neitt annað. Og það hefur farið lítið fyrir umræðu þessa bók, til dæmis. Og vonandi fara menn að átta sig á því að mann þurfa að takast á við þetta, mann þurfa að skoða þetta, hvað að gerast. Ekki bara láta einhverjar sögusagnir og logna staðreyndir svo kallaðar vísa sér veginn. Þetta er að reyna að nota það sem er á milli augnanna til þess að koma sér áfram í lífinu og finna braut út úr þessu. Og þú trúir því alveg að við getum fundið? Ég trúi því að við getum þetta, en það getur orðið mjög erfitt. Já. En við þurfum að takast á við það. Það var alveg hreint eins og þegar við byrjuðum á því að trúa á framtíðina, þegar vinstri sósíalismi eða sósíaldemokratismi ruddist sér braut, þá var það líka mjög erfið barátta. En það tókst. Það tókst og það tókst ekki, er það ekki? Já. Það er tvíhyggja yfir öllu. Já. Spurning hvor hluturinn er sterkari. En hvernig við þá verðum við ekki að trúa þá á samræðuna? Það eru nú ýmsir nefnilega, ég hef rætt þetta við ýmsa mæta einstaklinga sem eru tilbúinir að koma og ræða bókina svona þegar eftir sumarleyfi. Það er bara mjög gaman ef að það gæti orðið til þess að mann fær að ræða þetta að það er alvöru. Já, svo eru nokkrar góðar bækur líka aðrar lýðræði sem eru svona frekar nýlega komnir út sem einmitt hafa ekki fengið mikla umræðu af því að tíminn er alltaf á þrótum og það er frekar kaldhæðnislegt verið að segja að vera á samstöðinu þar sem við yfirleitt getum gefið okkur mjög langan tíma en í dag á sunnudögum þá eru Synir Egils alveg á föstum tíma í beinni útsendingu. Þannig að við erum svona skilyrt af því en við höfum nú samt smá tíma eigum að afgreiða einhverja hvaða temu getum við, Ólafur, hvað myndir þú segja svona, hvað var það helst sem að stóð upp úr við lestur bókarinnar? Já, það er nú erfitt að nefna eitt. Þetta er fyrir minn hatt alveg frábær bók. Það eru ekki margir íslenskir höfundar sem að eru í rauninni svona hugsuðir og það sem í þessari bók, það eru svo margir þræðir í þessari bók. Empírist, þá er forvitnilegt fyrir stjórnmálafræðing að skoða þau fjölmörgu einstöku atriði sem að Þröstur segir frá í störfum sínum til dæmis sem aðstoðarmaður ráðherra sem í mál og menningu í sinfóníunni. Þar eru margir mjög forvitnilegi hlutir. En hins vegar þá má segja að ég var nú reyndar alveg sérstaklega hrifinn af fyrsta hluta bókarinnar þar sem að Þröstur er að lýsa sínu uppeldi og því umhverfi sem að hann er sprottin úr þarna norður í Þingeyjarsýslu og síðan hvernig hann í rauninni lýsir sínum eigin þroska. En við getum sagt líka að í bókinni þá er líka þetta er svona ákaflega skemmtileg yfirferð hugmyndasögu, þróun hugmynda og ráðandi hugmynda í veröldinni á hans lífstíð og náttúrulega miklu lengur. Hann, þegar í sambandi við veruna í Berlín, það sem þeir voru félaga mínir hér, að þá fáum við í stuttu máli en afar skarplega greiningu á sögu Þýskalands og Prússlands til dæmis og síðan er hann líka með svona heildarsýn þjóðfélagsþróunin á Íslandi. Menn geta verið sammálið og ósammála en það er ákaflega áhugavert að sjá hvernig Þröstur dregur upp þessar stóru línur sem við viljum náttúrulega skilja þó að ég telji náttúrulega líka nauðsynlegt að
skoða líka einstaka atburði og staðreyndir. Nú ert þú búin að vera sjálfur svona að teikna, gefa útrúmulega rannsóknir þar sem þú ert einmitt með þessar stóru línur og bara beinlínis línurit. Sumir segja að það sé bara tölfræði, en það byggist náttúrulega það er nauðvitað það sem vísindamenn eiga að gera, þeir eiga að reyna að sameina allavega rannsóknir til dæmis í stjórnmálafræði, það öðru vísi til dæmis bara í heimspeki en í greinum eins og stjórnmálafræði og hagfræði og náttúruvísindum þá þarftu að reyna að sameina svona einhverjar stórar kenningar eða heildarmynd og tilgátur og prófa þær síðan með empírískum gögnum og það er það sem ég hef verið að reyna að gera. Ég hlustaði á erindi hjá þér og margir, eða sumir kannski hafa séð það líka í kosningasjónvarpi þegar þú ert með þarna ásinn teiknar sko, þar sem þú ert að setja upp, getur við kannski kantan utan að þennan? Já, ég kannan utan að. Við reyndar vorum að gefa út, við gáum út bók, við sem erum með íslenska kosningarannsóknina fyrir síðustu kosningar, en hún nær bara til þar erum við bara með gögn til og með kosningunum 2021 og berum það saman við gögn alveg frá 1983 þegar ég byrjaði með kosningarannsóknina. En núna var að koma út ný grein í stjórnmálum og stjórnsýslu þar sem að við erum að fjalla kosningarna 2024 og myndin hefur ekkert breyst voðalega mikið. Þessi tvívíða mynd sem þú ert að tala er að við erum að reyna í tvívíðu grafi að staðsetja stjórnmálaflokkana annars vegar á efnahagsás, hægri vinstri ás hefðbundum og hins vegar það sem við kallum menningarás, þar sem að koma inn hlutir eins og afstæðan til fíkniefna, til svona frjálslynd viðhorf og reynda líka afstæðan til utanríkismála, til Evrópusamvinnunar og það er mjög fróðlegt að sjá hvernig flokkarnir raða sér inn í svona mynd og mælingin sem við gerum er að við spurjum svarendur afstöðu sína til tiltekinna mála og svo sameinum við svörin við nokkrum spurningum þannig að hver einstaklingur fær þá tiltekin punkt á efnahagsásnum og annan punkt á menningarásnum og síðan leggjum við í rauninni saman alla einstaklingarna sem að kursu viðkomandi flokk og þannig fáum við meðaltalið fyrir flokkin og sjáum á myndinni hvaða flokkar eru líkir hver öðrum og hverjir eru ólíkir og þar sjáum við að þessir þrír flokkar sem að komast ekki inn á þing, sósíalistaflokkurinn, Vinstri græn og Píratarnir að kjósendur þeirra hafa nánast alveg sömu viðhorf bæði á hægri vinstri ásnum og líka á menningarásnum. Samfylkingin og Viðreisn eru á svipuðum stað á menningarásnum, frjálslynd, en Samfylkingin tölvöld lengra til vinstri en Viðreisn. Viðreisn mælist þar bara rétt við miðjuna, rétt hægra megin við miðju. Og Framsóknarflokkurinn og Flokkur fólksins mjög nálægt miðjunni á hægri vinstri ásnum en svona íhaldsamari á menningarásnum. Síðan eru þarna greinilega tveir skýrir hægri flokkar sem eru miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn. Þeir eru lengra til hægri en allir hinnir á vinstri hægri ásnum, efnahagsásnum, en þeir eru líka íhaldsamari heldur en allir hinnir flokkarnir á menningarásnum. Og þetta er til dæmis gagnlegt ef maður eru að velta fyrir sér stjórnarmyndunum. Því að ríkisstjórnin hennar Katrínar Jakobsdóttur, hún var náttúrulega mynduð þannig að það var eins langt á milli flokkana á svona grafi eins og hægt var, milli Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna. Núverandi ríkisstjórn, þar sem að Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins eru, að miða við meðal afstöðu kjósenda þeirra á þessum tveimur grundvallar ásum að þessir flokkar eru bara tiltölulega nálægt fyrir öðrum. Þannig að það þarf engum að koma óvart út frá þessu að samstarfið gangi miklu betur hugmyndafræðilega í núverandi ríkisstjórn heldur en í síðustu ríkisstjórn. En það er náttúrulega langbæst að mann kynni sér þetta bara sjálfur með því að lesa greinina. En mér langar að bæta eins við með varandi það sem hann Þröstur var að segja að því að hann var nú svolítið að þó hann vildi nú ekki alveg gefa vonina þá heyrðist mér nú vera frekar svartsýnn eða svona aðeins
En sko ég held að það sé gagnlegt að hugsa ekki bara í árum, heldur í öldum. Og ef við skoðum þróunina frá segjum 1900 og alveg eiginlega fram að svona bankakreppu, eða minnstakosti fram að uppgangi frjálshyggjunar í kringum 1990, þá þjóðfélagsþróunin í flestum löndum, bæði Vestur-Evrópu og í Bandaríkjunum, í frjálslyndis átt. Í félagsmálum, jafnrétti kynjanna, réttindi minnihlutahópa, þau tóku stórkostlegum framförum í Bandaríkjunum og þau tóku líka stórkostlegum framförum í Evrópu. Og jafnvel á Íslandi. Já, líka á Íslandi, jafnvel á Íslandi. Þannig að þessi gildi sem sé vestrænt lýðræði, sæmilegt velferðarkerfi, það að segja í rauninni sko eitthvað sem við gætum kalla skandinavíska módelið, að í rauninni þó að það hafi hvergi náð jafnmiklum hæðum og á Norðurlöndunum, að þá var þróunin í ákaflega mörgum eða flestum vestrænum löndum, grónum, eitthvað í þá áttina. Þetta stoppar síðan fyrst með nýfrjálshyggjunni sem að vil minnka ríkisútgjöldin og hemja ríkisvaldið og dró úr sem sé, það þýðir náttúrulega að þú dregur úr almannaþjónustu því það náttúrulega bara bullkenning að þú getur veitt afburða góða og opinbera þjónustu án þess að það kosti verulega mikla skatta þó að einhverjir sé að reyna að telja okkur trú það með Laffer-kúrfu eða einhverju álíka bulli. En það sem ég vil þá, og svo kemur náttúrulega populismin, sérstaklega sko á þessari öld, en það sem maður þarf að hafa í huga að populismin andsvar við þeim framförum sem að höfðu átt sér stað í 50 eða 100 ára á undan og menn vilja horfa tilbaka eins og Þröstur réttilega segir, en ég vil líka sem sé undirstrika að populismin hefur ekki unnið. Nei, en má ég bæði, þú ert svo góðu kennari, getur þú sagt þeim hlustundum áhörfundum sem eru alltaf að heyra þetta orð, populismi og einhvern veginn stundum það bara þannig að menn eru orðin bara fyrir eitthvað óvissir merkinguna, gætir þú sagt svona eins og neðamálskriðin, hvað populismi? Já, það eru nú fleiri en ein skilgreining á populisma, en í stjórnmálafræði vísar populismi fyrst og fremst til þess að það eru hópar sem að vilja skipta samfélaginu í við og þeir, og við populistarnir, við erum fulltrúar hins sanna almennings, raunverulega hagsmuna almennings og við erum sem sé birtingarmynd vilja fólksins ef þú vilt. Hins vegar það helvítis elítan og það eru stjórnmálaflokkarnir, nema populistaflokkurinn, það menntakerfi, það eru fjölmiðlarnir, það eru eiginlega allir sem elítan náttúrulega þýðir þeir hæfustu. Þetta bara sem sé að það dregin upp þessi einfalda mynd og markmið populistana þá að steypa elítunni, drepa djúpríkið eins og Trump notar og ýmsir hafa haldið að djúpríkið væri ekki til. En ég hef hins vegar skildi strax að djúpríkið til. Það bara gekk undir öðrum nöfnum þegar við Þröstur og Indriði vorum ungir. Þegar ég var í Bretlandi þá var þetta kallað The Establishment og það sem að nú eiginlega kjarnin í því nú bara embættismannakerfið sem að gegnir nefnilega í vestrænum lýðræðisþjóðfélögum, margir hafi ekki áttað sig á því að embættiskerfið á að færa hæfni inn í stefnumótun og embættismennirnir eiga að hafa hemil á stjórnmálamönnum, ekki þannig að embættismennirnir marki stefnuna, auðvitað eiga lýðræðislega kjörnir stjórnmálamenn að marka stefnuna, en embættismennirnir eiga að segja þeim til, þeir eiga að útfæra fyrir þá hvernig með skynsamlegum hætti hægt að reyna að koma í framkvæmd þeim markmiðum, pólitískum markmiðum sem stjórnmálamaðurinn hefur
og þeir eiga að benda stjórnmálmanninum á það ef hann til dæmis að brjóta stjórnarskrá eða fara á svið við lög eða brjóta hefðir í kerfinu. Faglegt viðnám og tryggja yfirfærslu þekkingar sem hefur safnast upp. Nákvæmlega. Og á fyrra kjörtímabili Trumps þá var helvítis djúbríkið að þvælast fyrir honum og þá voru einhverjir embættismenn sem voru að segja honum þetta gengur nú ekki. Þannig að þegar hann kemur inn á seinna kjörtímabilið þá er hann búið að undirbúa sig miklu betur og ef þú horfir á liðið sem er í kringum að núna þá finnur þar enga eða mjög fáa hæfa embættismenn. Þetta eru vanhæfir einstaklingar, þú ert með gamla þáttastjórnendur úr kjaftaþáttum, þú ert bara með ideológa og þeir eru engin hemill á ruglið í Trump og hann er náttúrulega, hann er nú sá populisti sem hefur verið hættulegastur vegna þess að hann er í þessu stóra ríki og ég kendi nú bandaríska kerfið í mörg áratugi og hvarlaði ekki að mér að þetta gæti gerst sem að hann er að vaða þar yfir, eyðileggja allt sem kallaði checks and balances. Hann er að stefna hraðbyri í áttina að autoritarian eða svona ekki kannski alveg einræðið samfélagi en brjóta öll þau grundvallar prinsip sem bandaríska kerfið hefur byggst á og ég held nú að það séu meiri líkur en minni á að kerfið muni lifa þetta af en það er ekki alveg örugt og það er í fyrsta skipti á minni ævi sem það er ekki alveg örugt að bandaríska lýðræðiskerfi lifi af. Það er meira og meira sem við sjáum í Bandaríkjunum og líka í populistar hefingurum í Evrópu sem að minnir á það sem að Þröstur er að skrifa í bókinni uppgang fasista og nasista á millistríðsárunum. Já, það er sko óþægilegur endurómur. Það er óþægileg en það ég vildi bæta það líka við að til að reyna að hafa skýra mynd ef við skoðum Vestur-Evrópu. Þá er það nú ekki nema í kannski 2-3 löndum sem að sko hættulegir populistaflokkar hafa komist til valda og það er náttúrulega fremst í flokki Orbán í Ungverjalandi og þarna lög og réttlæti í Póllandi voru nú kannski á svipuðum slóðum en í öðrum Evrópulöndum þar sem populistar hafa fengið mjög óþægilega mikið fylgi að þá eru þeir nú eiginlega hvergi með meira en kannski 30% fylgi. 30% fylgi fyrir populistana þýðir að hinir eru með 70%. Og kannski megin spurningin núna er hvernig eiga stjórnmálaflokkar sem að aðhyllast þessi vestrænu lýðræðisgildi og vilja vernda vestrænt fulltrúalýðræði, hvernig eiga þeir að bregðast við. Og ein leið er að útiloka populistana og það er náttúrulega það sem að þjóðverðir hafa verið að gera núna síðast með samstjórn kratana og kristilegra demokrata. Það felur í sér alls konar vandamál. Skilur þú ert eiginlega að klippa á eðlilega átakalínu milli hægriflokka og vinstriflokka. Þannig að til að gera þetta þá verða bæði hægriflokkurinn, hefðbundi hægriflokkurinn og hefðbundi vinstriflokkurinn að segja ógnin af populismanum gagnvart lýðræðinu er svo mikil að nú verðum við að binda samtökum. Það getur reyndar jafnvel ítt undir fylgi populistana, það er alls konar en það að ákveða með hvaða hætti á að taka á þessu og að svara af fullum krafti ruglinu sem að populistanir bjóðu upp á það held ég að sé kannski mikilvægasta verkefni lýðræðissinna í samfélögum okkar þessi árin. Heyr. Hvað segir þú Indriði? Já, kannski bara bæta aðeins við það sem að eða nota það sem Þröstur og Ólafur sögðu hér sem tilefni. Sko að horfa aftur til fortíðar eða líta til fortíðar sem einhvers mótals fyrir framtíðina er kannski svona svolítið vafasamt en sérstaklega þarf við held ég við huga varðandi populismin er það að populismin þeir eru að mála fortíðina í alltaf að mynda fortíðin heldur nú raunverulega. Algjörlega. Og það er hættan við að sérstaklega á tímum þessara miklu miðlunar, félagsmiðla og svo frá samfélagsmiðla
að þá skapa menn einhverja mynd af fortíðinni sem þeir þykjast alltaf fara í. Svo Ameríka sem að Trump vil gera greitan og gein, hún er ekkert hérna blómleg. Og mér þetta nú kannski líka í huga og þá kemur inn sérstaklega þessi þjóðernisrembingur eða þjóðernisstefna sem að Þröstur tala líka í bókinni. Bara nefna það sem dæmi. Fyrir nokkrum árum síðan að þá heldur einn af talsmönnum AfD í Þýskalandi ræðu og hann afgreiðir svona ýmis mál í sínu tali og fortíðinni og meðal annars segir hann nokkurn veginn orðétt hér valdatími nasista var bara svona fugladrýt í 1000 ára dýrðarsögu þýsku þjóðarinnar. Þarna svona atburður sem að kostaði 60-70 miljón mannslíf, þar sem að á annan tug miljóna manna voru beilinnis myrtir af ásetningi, þessi gyðingar og allir þeir sem var svona ekki pössuð inn í samfélagsmyndina. Þetta bara afgreitt að þetta bara smá atriði í fortíðin sem skipta einhver máli. Og þessi ummæli þau hlutu gífurlegar viðtökur á þessu fundið. Klappa meira fyrir þessu öðru. Þannig að þarna er náttúrulega sögu fölsun og þegar hún minnist á þetta þá auðvitað getum við gerna en hægt í upplýsingaóreiðinni. Þessi blanda popúlismi og hvað séu þjóðernishyggja og þjóðernis dýrkun er held ég afskaplega hættuleg hlutur sem þarf að varast og held ég allir þurfa að berjast gegn. Þjóðremban er jafn hættuleg eins og föðurlandsástin eða þjóðræknin er bara jákvæð. Já, einmitt, svona jákvæð þjóðurnis. En maður verður líka velta fyrir sér hvernig stendur á því að popúlistarnir ná þessum árangri þó er mér megi ekki íkja þann árangur. Og það er náttúrulega vegna þess að elítustjórnmálunum mjög víða, þeim hefur mistekist að bæta kjör þeirra sem vestur settir. Þess vegna gerist það að popúlistarnir fá mjög mikið fylgi meðal fólk sem er með litla eða stutta skólagöngu, litla menntun og er í verkamannastörfum. Þetta eru hópar sem að kannski hafa ekki notið góðs á alþjóðavæðingunni. Þeir eru til dæmis í Bandaríkjunum hafa þeir verið í bílaiðnaðinum með einhverju slíku skilur sem að Trump lýgur að mönnum að hann geti endurreist en það er auðvitað ekki hægt. Þeir geta ekki keppt vinnuafl eða sem sé verð á vinnuafli við Kína en það er sem sé það er alveg skiljanlegt af hverju sem sé fólk sem að er orðið bara finnst sín staða og ég hygg nú að ef þú skoðar kjör verkafólks í Bandaríkjunum í einhver áratugi þið kunnið það nú betur hagfræðingarnir að þau hafi lítið ekkert batnað frá því vantanlega 1970 meðan að aftur á móti auðkýfingarnir hafa margfaldað sinn hlut og þetta fátæka fólk í Bandaríkjunum það er í rauninni tilbúið til að hoppa á hvað sem er annað heldur en og segja bara að demókratarnir og eiginlega allir hafa klúðrað þessu fyrir okkur. Þetta er alræði örvæntingarinnar eiginlega sem kemur. Það er fínt orð. Og Þröstur, þetta má ekki segja það að þetta sé nú einmitt kannski eitt af því sem að þú ert að ræða hvernig í þinni bók horfin heimur, hvernig raunverulega þú hefur talað kannski einhver mistök sem að vinstri hreyfingin og lýðræðisflokkar hafa gert sem hafa hleypt þessum populistum eða hvað? Ég held að það hafi verið bara kannski eðlilega en þó meðvituð mistök hjá þessum flokkum sem að sóttu fylgi sitt til almennings og verkamannana í liðinni öld að eftir því sem að háskólamenn, eins og ég og Ólafur og fleiri og Indriði urðu meira meðvitaðir sína pólitísku stöðu og fóru að ræða svona sína heimsmynd þá var gert svo rosalega mikið úr minnihlutahópum. Það var líka einasta fréttatíma það var einhver minnihlutahópur sem fékk athygli meðan að bákjör breiða almennings
var ekkert minnst á það. Þau voru týnd. En hinir fengu alla eftirtekt og athygli og náðu þess vegna vængjum sínum og komast áfram meðan að hinir sátu eftir. Stéttapólitíkin datt úr tísku, má segja. Þetta var eitt af því sem að ég að benda á að hafi verið mistök hjá vinstri flokkunum, sérstaklega kannski Samfylkingunni og Alþýðuflokkunum á sínu tíma líka. Og gerði það að þarna myndaðist stór hópur fólks sem fannst þeir vera afskiptir. En ekki eitt af því sem við þurfum að athuga núna að umgefa hvort að við erum fórnarlega ákveðnar tvíhyggju sem sagt getum við ekki einmitt hugað að stéttabaráttunni á þess að þurfa að snúa baki þá við minnihlutahópunum öðrum er það ekki ákveðin áskorun þá í dag? Það er bara svo erfitt. Það er bara svo erfitt í þessu fjölmiðla samkeppni sem og þessari algjör fjölmiðlunar umhverfi okkar. En það er það sem þarf að vinna að það sé hægt að sinna þessum stóra fjölda sem að berst í bökkum fjárhagslega og hefur ekki vinnu eða mjög óvissa vinnu. Það er kannski ekki gott að nota Ísland sem dæmi það og hinna sem að þurfa að fá sín réttindi og þetta er svona kombinasjón sem að ekki er auðvelt að leysa. En má ég spyrja það Þröstur og Indriði ekki ef við séum að fara neitt í dómaraleik, við erum ekki að vera ritdóma og svoleiðis annað og ég hlakka til að ég hef bara hlustað á fyrirlestur hjá þér Ólafur og heyrti tala en ekki lesið greinina sjálfa þar sem þú talar stjórnmálarannsóknina og teknar upp þennan þú talar þetta sé tvívít en raunverulega þegar þú ert að lýsa þessu þá finnst mann að þú samt vera eins og að koma með smá þrívít inn í þetta þar að segja að þetta séu 2 ásar en ekki bara vinstri og hægri og það hjálpar okkur strax að það sé hvað er það, frjálslyndi og Já, frjálslyndi, íhaldssemi og hægri vinstri hins vegar því þetta fer ekki alveg saman. Nei, en það sem kannski, ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þig og þetta var afskaplega skýrandi og ég var aðeins að velta fyrir mér að því að þú ert líka svo með góða og rödd og góður kennari, þá var ég veltið fyrir mér þar sem ég satt í stúdentakjallaranum og hugsaði er þetta kannski aðeins of særfærandi þar að segja, þetta og það voru sumir að velta því fyrir sér er þetta hjálplegt en hvar eru hinir ásarnir þyrftum við ekki á núna þegar við erum að endurskoða okkar svona pólitíska landslag og við erum á algjörlum svona viðmiðana skiptum og reyna að koma okkur út úr polarisering og öðru þyrftum við ekki að teikna fleiri prófa að setja fleiri ása og vita og takast aðeins á svona skýringamyndir. Jú, við byggjum þetta náttúrulega á empirískum rannsóknum. Já. Og það byggist á því að þú spyrðum tiltekin viðþorf og síðan finnur hvaða viðþorf korrelera eða hafa fylgni og breytur sem hafa mikla fylgni þær geta myndað ás. Við höfum auðvitað skoðað miklu fleiri ása. Í stjórnmálafræði er mjög algengast að menn séu með 2 ása af því það er bara skiljanlegast. Menn hafa líka verið að vinna með 3 ása. Ég hef séð líka rannsóknir þar sem menn eru að vinna með 4 og 5 ása og það er allt hægt skilurðu. En það sem að ef þú skoðar þetta í heildina þá enda menn mjög oft með 2 ása vegna þess að þeir eru einfaldastir í framsetningu og skiljanlegastir og þá koma þar inn þeir 2 ásar sem skýra mest af hegðun kjósendanna. Auðvitað væri hægt að vera með fleiri ása og það gæti breyst frá einum kosningum til annar hvaða 2 hægri vinstri ásin hefur nú í áratugi alltaf verið sterkastur þó menn sé alltaf að segja að hann sé að deyja en hvort að hinn ásin er menningarás, hvort að hann er utanríkisás. Það var nú til dæmis hér þegar ég var að læra stjórnmálafræði þá kallaði nú Ólafur Ragnar var hann með mynd svona þar sem hann var með hægri vinstri ás og síðan kallaði hann hinn á sinn NATO herás af því þá voru afstæðan til NATO og hersins svo mikið deilumál í íslenskum stjórnmálum en þetta eru bara fyrst og fremst empirískar spurningar en auðvitað eigum við aldrei
að segja, heyrðu, þarna höfum við fengið svona flotta skýringamynd og þannig bara þetta og þannig verður það. Auðvitað eiga menn að halda áfram að... Já, ég nú kannski bara, ég ekki mynd að gagnrýna skýringuna, heldur bara þetta að við erum kannski ekki, ég veit ekki hvort okkur vantar svolítið þessa þjálfun sem þjóð í því að ræða svona og skilja einmitt að því við erum að tala að við þurfum svolítið að koma okkur út úr sko kannski ákveðinni tvíhyggju það sem eru valkostir, ekki bara hægur og vinstri, heldur ýmsir aðri valkostir og ýmis mál sem komu upp og fólk í svona meiri vandræðum með að einhvern veginn velja á milli og að sakna þessa gömlu tíma þegar það voru bara svona klasar, þar sem þú þurftir ekkert að vera að setja þig inn í öll málin, heldur bara sáu flokkandir þetta og já, hvað segir þú þetta, Indri? Myndir þú geta teiknaði fleiri ásat til gamans í sumarfríinu? Já, kannski bara byrjun við Þröstur sveitamenn, aldur upp sveit á annars vegar á Norðurland, hins vegar á Suðurlandi. Ég var nú í 6 sumur í sveit og Vestfjörðum. Og svo svona pólitíska mynd sem að mótaði okkur þá var bara sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur. Það voru þeir 2 ásar í pólitíkinni sem var til og utan að þessum ásvíkingu svona annars vegar kaupmenn og hins vegar samvinnuhreyfingin. Samkeppni eða samvinna. Þannig að þetta kannski er ekki byrjunin en það sem að svona partur og okkar þorskasögu er að upplifa annars konar heim og sjá að það eru mikið fleiri ásar og framvegis og það er nú þannig í hagfræði og stjórnmálafræðum og félagsvísindum að þá þjónar svona módel því að gera, hvað maður segja, það sem að veruleiki að kemur svona skiljanlega og það setur því ákveðin mörk af hvað við getum, hvað maður segja, haft módelin er líkunum flókin ef þau eru orðin mjög flókin að fara að taka í mjög betur þá bara skilur enginn þau. Nei. Og þess vegna, en við höfum hins vegar ekki trú á þessi líkum sem einhvers konar boðbár einhverja grundvallar sannindi eða vísindi heldur er þetta einhvers konar mynd af þessu tilviki samfélaginu, pólitíska samfélaginu á tilteknum tíma. Þannig að þessir ásar sem að Ólafur notar, þetta er að vísu klassíski þenn skilningi þeirra að vera mjög lengi viðvarandi. En viðfangsefnin þau breytast með tímanum og við þurfum ekkert að fara mjög langt aftur tíman, þá höfum við ekkert farið að búa til einhvers konar frjálslyndis eða menningar. Nei. Það var eitthvað allt annað, þá voru viðskiptamálefni eða þetta tengist auðvitað sko þessu sem menn kallaði ekki það. Þannig að við erum alltaf að reyna að teikna upp mynd af einhverju veruleika sem að er mælanlegur og hugsanlega skiljanlegur með aðstóð svona hlutins á þetta. Já, við verðum auðvitað alltaf að þróa líkunum okkar að veruleikanum sko, en ég vil taka sérstaklega undir sko að vara við tröllatrú á einföld módel og eins og ég var að nefna á þannig ég held að hagfræðin hafi lent mjög illa í því. Menn héldu að það að bara búa til glæsileg starffræðileg módel sem voru byggð á tiltölulega einföldum forsendum, að þau leystu alla gátuna en síðan kemur bara í ljós að forsendunar eru bara rangar. Þetta geta verið módel sem hjálpa manni til að skilja ákveðna hluti en að trúa þeim og sko almenningur bara hagar sér öðruvísi heldur en reikni líkun nýfrjálshyggjumannanna til dæmis gera. Og heimur ég vil líka og náttúran og það er ýmislegt sem hefur áhrif á eins og til dæmis hagvaxtarpælingar og þannig. En Þröstur, myndið þú segja að svona ás, sko, manni finnst þessi veruleiki sem þú ert að bæði horfa öxl, lýsa þessum horfna heimi og raunverulega vísa, búa til ákveðin vettvang til þess að tala stjórnmál framtíðar. Þyrfti ekki þarf ekki eiginlega heilan eða svona ég veit ekki, þarf ekki svolítið að vinna í því eins og teikna upp setja upp einhverja ása úr þessari ásar eru náttúrulega nauðsynlegir en þeir eru líka erfiðir vegna þess að það samfélag sem við búum við í dag er miklu fjölbreyttara heldur en það var þegar þeir voru búnir til. Það var samfélagi miklu einfaldara. Það sem gerst hefur til dæmis í sambandi við sósíalismann eða jafnaðarmannaflokkin sem var þessi breiði stóri flokkur, sko, menn fóru að kljúfa sig út. Konunum fannst ekki nógu hratt farið og þopnuðu sitt eigið. Náttúruverndarmenn fannst þeir vanrækja náttúruverndina
og svo framvegis, að þessi heildarhyggja glataðist af því að menn litu á sjálfan sig og sinn eigin flokk svo mikilvægan að þeir fóru út og eftir varð raunverulega lítið flokkur að setja þetta á ás. Svo komu náttúrulega menningamál þarna inn í líka mjög mikil, eins og ég segi nauðsynlegt, en það gefur ekki nema takmarkaða skýringu á þeim flókna vef sem þarna bakvið. Er þetta ekki þá gott svona verkefni sem við getum beðið svona eins og þessi prófessora beðið hlustendur og lesendur kannski að í sumarfríinu að dunda sig við að teikna upp ása, fleiri ása og út frá þínum að því að þessi ásar sem þú ert að kynna, þeir náttúrulega, já, þeir eru að, hvað er það, myndgera ákveðin tímamót í hugsun okkar og eins og en þetta er svo mikil kannski tímamót og svona flokknir tímar að við þurfum að gera kannski teikna upp fleiri ása. Er þetta ekki gott sumarverkefni? Jú, fínt sumarverkefni. Þetta er alveg rétt sem að Þröstur að segja. En hins vegar þá er þetta nú ekki bara aldagamlir ásar. Hægri vinstri ásin er mjög klassískur. Hins vegar þessi menningarás, við tókum hann fyrst inn í okkar skrif í greiningum á gögnum svona í kringum 2020. Hann hafði verið notaður víða í útlöndum áður, en við höfum ekki notað hann á Íslandi áður. Og inn á þennan sem sé menningarás kemur meðal annars umhverfismálin sem að þresti eru nú ákaflega hugleikin í bókinni, þau koma þar inn og afstaða með umhverfisvernd, hún hefur fylgni við frjálslynd viðhorf í fjölmörgum svona menningatengdum málum. Í rauninni sjáum við líka á þessari mynd populisman. Sá flokkur á Íslandi sem að hefur líkist, hefur mest populísk einkenni, ég hika nú við að kalla hann populistaflokk beinlínis, það er miðflokkurinn og við sjáum alveg greinilega á þessum menningarás að miðflokkurinn er sem sé lang íhaldsamastur á þeim ás og reyndar líka kemur fram í greinin okkar að frambjóðendur miðflokksins þeir eru mun íhaldsamari heldur en kjósendur miðflokksins alveg eins og frambjóðendur sjálfstæðisflokksins eru mun meiri markaðsinnar heldur en kjósendur sjálfstæðisflokksins þannig að það er nú ýmislegt í það sem ég tek undir að það þarf verið endalaust að endurskoða þetta. Við náttúrulega þökkum þér fyrir að vera öll stjórnmála skýrandi og gefa okkur slík tæki en það sem ég er bara að segja að ég held að það séu sannarlega hjálplegt að hafa slík tæki en empirísku rannsóknirnar kannski þau kalla á samræðuna og að við setjum það í samhengi og dýfkum það og hugsa ykkur að það væri einhverjir svona forritarar og tölvuleikja hönnuðir sem væri að hlusta á okkur og myndu setja svona þessa flóknu veruleika upp í einhvers konar ása með þrívít. Ég sé enga mótsögn í þessu rauninni að ég hef síðan mörg dæmi það að menn vinna með tölur og enga kenningu og það er nú afar takmarkað. Síðan eru menn að vinna með einhverja kenningu og reyna að tengja það við gögnin og síðan er kannski eitthvað sem að eru stærri línur sem eru svona meira heimspekileg kannski og er ekki endilega mjög mælanlegt og við megum náttúrulega þó að ég sé mælingamaður þá átta ég mig alveg á því að kannski ýmislegt af því sem að er mikilvægast það bara er ekki mælanlegt auðvitað eigum að fjalla það líka en erum við að klára? Við erum að klára Ég ætla þá að segja eina sögu af pappa þínum Ég var svo glaður yfir því að sjá hann hér á skjánum áðan en heyrði því miður ekki í honum mínum gamla vini við vorum bara saman í stjórnmálafræðinámi í Háskóla Íslands löngu áður en að Ævar fór í guðfræðina og á þeim árum þá vorum við að glugga í bók vinirnir sem að hét State, Power and Socialism og Ævar vildi nú þýða þetta yfir á gullandamálið og hans þýðing var svona ríkið,
mátturinn og dýrðin. Mér fannst það einhver besta þýðing sem ég hef heyrt. En ég man eftir því sem eiginlega bara barn að vera að reyna að toga pappa þar sem hann var í svo mjög langdregnum samræðum við þig einmitt lýðræðið og líka við Svan Kristjánsson og mér langaði kannski einmitt að gott að þú myndist á það var að koma út merkt grein bókasafn held ég, er ekki bókaflokkur eftir Svan Kristjánsson lýðræðið sem ég held að við þurfum líka að ræða með haustinu, þannig að það er nú alveg þetta er alveg ýmislegt við þurfum að gera sko, til þess að er það ekki reyna að skilja populisman og skilja lýðræðið og reyna einhvern veginn að vera stefna í orientur okkur í rétt átt en ég held að við látum staðar numið núna þakka ykkur alveg hjartanlega fyrir að koma til okkar að rauða borðinu á samstöðinni í þessi maraþónspjalli Þröstur Ólafsson Ólafur Þ. Harðarsson og Indriði H. Þorláksson og ég ætla bara að minna á þessa bók sem er þá sumarlesningin Horfinn heimur, minningaglefsur ég held að nú sé reglur maraþónsins svoleiðis að við megum taka kannski 5 mínútna pásu áður en að synir Egils koma hérna til að tala ég held að þeir séu meira að tala svona líðandi stund sko við gætum bara skiptum stjórnendur og þeir myndu vera mjög góðir viðmælendur þá líka í þeim þætti margt skemmtilegt að gera eða mjög skemmtilegt að gera ég vonaði séu til ég að koma aftur hérna til mín í haust ævinlega til þín Oddný mín þakka ykkur fyrir ég þakka hlustundum og áhörfendum fyrir að vera með okkur hérna fyrst í ljóðadagsskráni og svo í þessari grundvallar samræðu og í umræðu á Skype í millitíðinu almannaútvarp og við fáum smá líklega auglýsingar og viðtöl út í bæ áður en að synir Egils koma hérna með góðum gestum. Takk. Má ég byrja að spila hvað það heitir? Ég heiti Bergný. Takk fyrir að hjálpa okkur hérna í maraþóninu með því að spjalla við okkur í smá stund. Þú ert ekki eitthvað sólgin í sviðsljósi eða hvað? Nei, ég er ekkert sjúk í það, sko. En ég ger þetta fyrir ykkur. Já, takk fyrir. Ég doblaði þig til að koma í svona örstuðspjallina. En finnst þér notalegt að koma inn í grasagarðin og vera í ró og næði? Herðu, ég kem ekki oft hingað, en mér finnst þetta dásamlegt, sko. Þetta er bara umhverfið og ég kom inn í morgun og hljóp hérna og svo núna sest ég hérna og hérna prjóna og dásamlegt, sko. Og ég tek eftir, þú ert ekki með svona eitthvað í eyrun, þú ert ekki að fylgjast með fjölmiðlaumræðu, en fylgistu alla jafna með fjölmiðlum og fréttum? Maður fylgist með því helsta, ég er svolítið svona fyrirsagnakona og hérna þannig að, sko, ég les fyrirsagnar og þá veit ég kannski ekki endilega það rétti í fréttinni. Það er svona, fyrirsagnar er ekkert alltaf það sem fréttinu snýst En er það ekki þó svona bara meira svipa því að lesa ljóð eða svona fyrirsagnar Einmitt, það er svolítið svolítið, sko. Svo hlustar maður á bítið og bakarið á bylgjunni og þá held ég að segja nú svolítið en auðvitað, þú veist, maður hlustar á fréttirnar og eitthvað svolítið, sko. Svona allavega með öðru Fréttirnar í Ríkisútvarpinu þá? Já. Hádegisfréttirnar? Hádegisfréttirnar stundum en hérna kvöldfréttirnar aðalega, þú veist, og yfirleitt á báðum stöðum svona ef maður er heimaðið. En saknar einhver svona hugsaðu stundum, það var nú gaman að heyra meira þetta eða saknar einhvers í umfjöllunum? Sko, mér finnst alltaf rosalega gaman að svona þáttum sem er svona fólk og svoleiðis, eins og maður saknar Ómars Ragnarssonar og eitthvað svoleiðis, það er svona Já, fer út á land og tala við fólk sem býr þar og Já, einmitt, það er svona, mér finnst það skemmtilegt. Þannig að þínum að þið mætti vera meira að slíkri umfjöll? Algjörlega. Ekki það er alveg, ég bý á Akranesi
og það er alveg búið að vera pínu svona umfjöllun hvað skólarnir eru að gera og svoleiðis, en það auðvitað má vera meira af því. Það eru ábyggilega margir skólar og þannig sem að eru með, það er alltaf leikrit einu svona ári á skólanum á Akranesi og hjá öðrum skólanum. Það er ábyggilega fullt af svona skemmtilegu sem er að vera á landinu. Já, sem er sko náttúrulega landin, fer landið og svoleiðis, en það mætti bara vera meira og svona kannski stöðugri bara tenging við fólki í landinu. Algjörlega. Það var landin sem kom upp á Akranes, þannig að já, mér finnst það skemmtilegt. Hefur þú einhvern tímann heyrt af samstöðinni? Nei, aldrei. Ég veit ekki hvort hún næst í útvarpinu, hún er 89,1, veit ekki hvort hún næst upp á Akranes. En hún er líka bara á, YouTube og hlaðvarpstöðum og svoleiðis. Ok. Og þar erum við svona að gera þætti, svona reynum við að fá margar raddir og það er nýr þáttur sem heitir Auðlindir sem erum, með raddum á landsbyggðinni. Þannig að kannski það kannski fáum við verið í samband við þig þegar þú ert með, ert þú að vinna í skólum eða? Ég vinn í fjölbrautaskólanum á Akranesi núna. Þannig að, já. Og ef við myndum að hafa samband við þig, hvað myndur þú svona, og ég myndi segja, við hvað ætti ég að tala hérna á Akranesi? Þú væri svona milliliður, hvert myndur vísa mér? Náttúrulega eins og fjölbrautaskólinn á Akranesi setur upp leikrit okkur einasta ári. Það er til dæmis eitt sem að mætti nú aldeilis opbúslega flott hjá þeim, yfirleitt söngleikir. Þannig að það er til dæmis bara eitt sem að vera tilvalið, Svo er það pólitíkin á Akranesi. Helst pólitík, nei. Nei, en það var svona svolítið endaslega, það var ekki mitt eftirfylgni í umræðinni þarna við skulum ekki tala um það. Nei, en allavega þá kannski fáum við verið í sambandi bara þetta þegar þið sitið upp leikritið, en hvað myndir þú, ef þú ættir að panta eitt þátt og Samstöðin eitthvað svona þitt sérsvið sem þér finnst áhugavert að ræða? Prjónaskapur er náttúrulega mjög áhugavert, og svo finnst mér líka bara, útivera, gönguleiðir og ég er opaslega mikil útimanneskja eða garðyrkja eða eitthvað svoleiðis, það er svona mjög garðyrkja eitthvað sem er nú ekkert mikið af, í Sjónvarpi. Það er alveg. Hvernig myndi vera, er ekki svolítið góð hugmynd á kannski er ekki svo margir prjónaklúbbar á landinu? Jú, algjörlega, heimsækja prjónaklúbb. Nei, það fá prjónaklúbbi bara að Rauðaborðinu. Já, nákvæmlega. Ert þú í prjónaklúbbi? Nei, ég er það nú ekki. Ekki núna, ég hef verið það, en ekki eins og það er. Þú kemur kannski í prjónaklúbb við Rauðaborðið, næsta vetur, við erum að undirbyggja vetrardagskrána okkar. Nákvæmlega. En takk fyrir spjallið núna. Mín var ánægjan. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.